Já, velkomin í Rauðaborðið á mánudagskvöldi að vori til. Stutt í maí, bara 1. maí er á miðvikudaginn. Það er kannski skrítið þáttur hérna í kvöld vegna þess að það er svona hálfgerð árshátíð hjá okkur hérna frammi. Mjög hófleg, engin ferð til Egilsstaða þessu sinni. Þannig að það er boðið upp á hérna 2 viðtöl fyrst. Fyrst ætla ég að tala við hana Þorgerði Maríu Þorbjarnardóttur sem er formaður Landverndar. Ég ætla að tala við hana lagareldi og kannski baráttuna á milli almannahagsmuna og sérhagsmuna í samfélaginu sem er lifandi barátta, átök sem eiga sér stað alla daga og birtast í ýmsum myndum. Skemmtilegur viðmælandi hún Þorgerður. Sjáum hvað kemur út úr samtal okkar hérna eftir. Svo kemur hann til mín, hann Óskar Dýrmundur Ólafsson sem er framkvæmdastjóri hverfis miðstöðvar Reykjavíkurborgar upp í Breiðholti. Við höfum verið að fjalla Breiðholti hérna undanfarnu, bæði í gær og fyrradag og við munum fjalla meira Breiðholtið. Ég ætla að fá til mín svona fólk til að byrja með, eitt og eitt í einu að ræða svona sína sýn á stöðunni í Breiðholtinu og kannski velta fyrir okkur hvað ber að gera og hvernig við höfum að nálgast þetta. Óskar er búinn að vera þarna í meira en 10 ár að störfum. Það verður forvitið að heyra hvernig hann metur stöðuna og kannski svona þá gagnrýni sem hefur verið að koma að undanförnu að yfirvöld, bæði ríkið og borgin og sveitarfélögin hérna í kring. Það geta kannski ekki nú alvarlega að við gætum gert eitthvað miklu betur til þess að efla Breiðholtið, styrkja það, því það er sannarlega mikill kraftur í Breiðholtinu og það er ekki fólk sem að býr þar, mjög öflugt hverfi. Ég ætla að tala við hann Óskar Dýrmund. Þegar þessi viðtöl eru búin þá ætlum við að eiginlega, ég veit ekki hvað við að segja, við ætlum að láta Rauðaborðið verða svona eldhúspartíið í þessu árshátíð sem er þetta frammi og ég ætla að taka hingað inn ýmislegt fólk sem hefur tengst samstöðunni á ýmsan hátt og við ætlum að spjalla ekki mikið samstöðuna, kannski pínlítið, en spjalla svolítið fjölmiðla og samfélagið okkar og hvað það er sem við erum að reyna að draga hérna í gegnum Rauðaborðið og aðra þætti á samstöðunni. Sjáum til hvort að það geti ekki orðið líflegur samtalsþáttur hér í seinni hluta þáttarins. En áður en að við vindum okkur í þessa dagskrá að þá vil ég minna ykkur á, eins og ég ger alltaf, að samstöðin er svona tilraunaverkefni. Við erum að reyna að byggja upp fjölmiðil úr nánast engu, fyrst og fremst með því að óska eftir stuðningi ykkar, að þið leggið til 2.500 krónur á mánuði í áskrift og ef að nú margir gera það þá getum við kannski byggt upp ég hef ekki að segja bara öflugri því að samstöðin til þess að vera bara orðin öfluga fjölmiðil. Hér er lífleg umræða og mikilsverð og við finnum það að það er alltaf fleiri og fleiri sem er að hlusta og við getum bara sýnt fram á það með könnunum sem voru gerð. Það tvöfaldaðist hlusturinn frá nóvember til apríl. Á hverri viku eru 37.000 manns sem eru að horfa á þættina á samstöðinni. Þannig að við finnum alveg fyrir góðum viðtökum. Og maður finnur það líka bara á göngu sinni bæinn að fólk er sífellt að víkja sér að mér að tala þætti á samstöðuna og þakka fyrir það. Það eru núna komið rúmlega 1200 manns sem eru áskrifundur, 37.000 manns sem eru að hlusta og það sem við erum að velta fyrir okkur hvort það sé kannski eitthvað af þessum 35.000 manna hópi sem væri til í að leggja til áskrift einu sinni í mánuði. Því ef að koma fleiri þá getum við gert ennþá meira og það er náttúrulega metnaður samstöðurinnar að gera ennþá meira hægt og bítandi verkefni. Við segjum það hérna að þetta sé svona 5 ára verkefni og ef okkur tekst að byggja það upp þá mun samstöðun verða eitthvað ósnertanlegt fyrirbrigði sem að fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda sem að ekki getur raskað, auglýsendur geta ekki kippt fótunum undan eða neitt slíkt og það verður náttúrulega stórkostlegt fyrir íslenskt samfélag ef það tekst. Líkurnar á við komumst þangað eru kannski ekki 100% en það aukast með hverri áskrift sem að bætist við. Ég hvet ykkur til þess að íhuga þetta. Ef að þið hafi áhuga að gerast áskrifundur, hafi kannski ekki látið verða að því strax að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þar getið þið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum. Ef þið viljið þá megið borga meira og ef þið kjósið þá getið þið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2.500 krónur á mánuði fáið þið allt efni sem við búum til hér á samstöðunni og inn á vefnum okkar. En þið eignist líka fjölmiðil í félagi með öðrum.
En við ætlum að skjóta inn örlitstuttum skilaboðum og svo komum við og ræðum landvernd og Breiðholtið. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að ræða núna hitamál í samfélaginu sem strandeldi. Það frumvarp lagareldi liggur inn á þingi og þar ýmis ákvæði sem að stinga fólk í augun af ýmsum ástæðum. Hún komin hún Þorgerður María Þorbjarnardóttir sem formaður Landverndar. Þetta er velkomin. Takk fyrir. Það þetta náttúruverndarmál. Þetta líka mál nýtingu auðlinda. Já. Sem við eigum sameiginlega eða ekki. Og þessi mál eru svona stundur finnst manni að umræðan það hvernig við eigum að nýta auðlindir okkar í svona sáttu samfélag. Já. Náttúruna og framtíðina. Síðan furðarlega óþroskuð umræða á Íslandi með hvað við mikil með að vera orð verið sögð. Að við erum á frumstigi, til dæmis í þessu máli, þar sem við erum búin að vera til dæmis að ræða kvótamálið í rúm 30 ár og allt í einu kemur þarna tillaga að veita eiginlega kvóta. Já, það náttúrulega fáránlegt í rauninni að þetta sé á frumstigi vegna þess að það eru komnar kvíar út allt. Og þær eru þar að leiðandi bara með lélegt og veikt regluverk utan sig. Þannig að við erum svona dálítið föstu bræðast alltaf við og hefum gert það oft Íslendingar. Við föttum svona kannski svolítið eftir að við séum farin komin aðeins fram úr okkur og það svona brussugangur í ýmsu og í þessum vexti í fiskeldi þá hefur það svo sannlega gerst. Þannig að það verið að reyna að setja eftir á einhvers konar regluverk utanum. Sem betur til þess að svona grundvallaratriði í þessu hvernig við nýtum auðlindirnar. Það var bara ekki upp á borði þegar að einhverju fóru að stunda þess aðtöngurinn og fengur til þess leyfi. Já, vantaði þetta og þú farið þetta og svo bara kemur allt í einu miklu seinni ljósi að býta þetta getur orðið svolítið svona stórt og þá þurfum við kannski að hafa eitthvað regluverk og það regluverk ætti náttúrulega að byggja á einhverju svona samfélagssáttmála hvernig við nýtum auðlindir okkar. Já. En hann bara ekki til. Og það hefur verið alveg rosalega mikil meðvirkni með þessum fyrirtækjum í fiskeldinum. Til dæmis þá get ég nefnt það að nú man ég ekki hvað það var en Landvernd sem sagt kærði leyfisveitingu vegna þess að veitt var leyfi fyrir koparoxíði eftir á. Það var farið að nota koparoxíð og svo var bent á það ekki leyfi fyrir þessi koparoxíð. Þá það leyfi veitt án umhverfismats og það og þar höfum við náð til sem sagt ESA dómstólsins og það verið að fjalla það mál. Ennþá, þetta tekur allt svo ótrúlega langan tíma. En við erum bara þessi leyfi hafa verið veitt. Svo að skoða hvernig ætlum við að haga þessum leyfisveitingum, hvernig ætlum við að haga því ef fólk brýtur af sér við iðnaðinn og það bara bæði mjög veikt, það eiginlega gæti næst í sleppt því og það svo erfitt að
að komast á þann stað þar sem að einhverja skerðingar fara að eiga sér stað í þessu nýja frumvarpi. Þetta hefur tekið breytingum við bentum á það í fyrir umsögnum að það vantaði svona til dæmis ef of margir fiskar deyja að því að það eru töluvert mikil afföll í þessum geira að ef hann verður of mikill að það séu einhverjar þá skerðingar tímabundnar á framleiðslunni næst þannig að það séu raunverulega einhverjar afleiðingar ef að farið mjög illa með þennan farið bara illa með laxinn bæði og auðlindina en það er einhverjar skerðingar en það er mjög erfitt, ég man ekki hvort það var 18 tímabil í röð sem þarf að brjóta þessi lög til þess að það komi til einhverja skerðinga þannig að það er greinilega mjög mikil ítök þarna hjá hagsmunaaðilum í þessu frumvarpi. Maður sér það þegar frumvörp breytast svona á leiðinni að þau eru á einhvern hátt í byrjun svo breytast þau leiðinni að fyrir því ástæður og það breytast í áttina til þess að styrkja enn betur hag fyrirtækjana. Já. Það var sjálft það sem að fyrir hinn áttina. Það á því miður og það hefur gerst þarna og þess vegna náttúruverndar hreyfingin virkilega ásátt með þetta frumvarp og bara að það má ekki verða lögum í núverandi mynd. Reyndin er svo að reglurnar eru innan þess ramma sem að fyrirtækin treysta þess að vinna innan. Það er ekki þannig að ef þú ætlar að koma inn í iðnaðinn að þá starfar innan þeirra regla sem að stjórnvöld setja af því að það er eins og reglurnar, það bara færast til og það er innan þess ramma sem að fyrirtæki setja sig við. Já, allavega hafa áhrif á það ég veit nú ekki hvað þau sætti sig við eða hvað ramminn þeirra en það er allavega breytingi í þá átt. Og í upphafi er hún ekki mjög þröngur ramminn, þannig að fyrirtæki byrja að starfa. En það er oft líka bara óskýrt í byrjun. Já, það er óskýrt í byrjun og fyrirtæki byrja að starfa. Því það er verið að vinna frumvarpið, það er verið að segja vel að gera eitthvað svona í þessa átt og svona þetta koma fullt athugasemdum og það er bara eðlilegt að svona frumvörp fái að þróast með aðkomu almennings og við höfum líka séð mjög mikið af því hjá Landvernd og örugglega bara margir fleiri en við að við sendum inn umsögn og svo er bara næsta tilbúið daginn eftir og þá spyr maður sig hversu vel var þessi umsögn lesin og það er náttúrulega alltaf skilafrestir og til dæmis Landvernd skilar oft svona tiltölulega seint vegna þess að ég þarf að bæði skrifa og svo þarf ég að bera undir heila stjórn og þetta tekur tíma og svo skilur maður kannski þegar skilafresturinn er að renna út og daginn eftir þá eru næstu drög. Það er sýndarsamráð eða sýndar. Já og maður svona hefur ekki tilfinningun að það sé alltaf tekið tillit til sem sagt þessara athugasemda en þarna hefur greinilega verið tekið til ýmsa athugasemda en ekki sem sagt þetta verðist ekki að vera svona fyrst og fremst náttúrun í hag þarna er bara mjög veikt regluverk smíðað í kringum þennan iðnað og það er bara óviðunandi. Já. Sagan er kannski svo að fyrirtæki byrja starfsemi og svo við verðum að setja okkur reglur utan þetta og þá voru þær settar utan þetta en þannig að það má ekki þrengja að starfseminni sem að fyrir má ekki vera íþyngjandi í reglur sem eru settar og það er búið sett inn í samráðsgáttina og svo víkkar það meira svo umfram það á leiðinni og þá er ég að velta fyrir mér að þarna er augljóslega sterk öfl sem hafa áhrif á ríkisvaldið hvernig reglurnar eru settar í samfélaginu. En á móti eru veik öfl sem að telja sig vera að gæta hagsmuna almennings, náttúrunar, framtíðarinnar. Já, en náttúrulega það eru ekki veik öfl sem að eiga að vera að gæta hagsmuna framtíðarinnar, náttúrunar, almennings. Það eru kjörnu fulltrúarnir sjálfur sem að eiga. Þeir eru meira að minna að þjóna fyrirtækjum og atvinnuuppbyggingu og öðru slíku telja það sem vera sitt hlutverk. Já, allavega með við þessi frumvörp sem að koma að það er þannig verið að setja regluverk fyrir almenning en svo er það svo veikt að það nær ekki markmiðum sínum í að vernda firðina og gera þessa auðlind sem að hreint streymi sjávar og svo eru lífríki á botninum og
það auðlindin sem sótt í fjörðunum og í almannaeigu. En þá til dæmis verið að veita ótímabundin leyfi og það er eiginlega fáránlegt og það kemur okkur mjög óvart að það sé sett fram í þessu frumvarpi. Þannig að þessir kjörnu fulltrúar eru ekki að gæta hagsmuna almennings eins og það eiga að vera að gera. En svo þá koma svona almenningssamtök, þriðji geirinn inn í, þau eru náttúrulega Landvernd svona almannahreyfing með tæpa 6.000 meðlimi og og gætum þá sem sagt hagsmuna almennings og náttúrunnar. Líklega miklu öflugra lýðræðisleg heild heldur en sumir af flokkunum sem sitt á þingi, sem lítið annað fórustan og eitthvað klikka kringu þá. Þess vegna ég hér, en ekki þar. Ég hef mikla trú á þessu á þörf þessar það samt ekki skrítið við það ef almenna hagsmunarnir séu utan hins formlega lýðræðisvettvangs að eina leiðin til þess að koma almenningshagsmunum í gegn sé að reyna að hafa áhrif á hið formlega lýðræðislega vettvangs sem að meir og minna telur sig að þjóna fyrirtækjum og... Já, ég alveg sammála því. Það eitthvað skrítið. Það en það hefur nú ekkit alltaf verið þannig. Það hafa og það alveg, og svo þetta fólki í pólitíkin með mismunandi sín og hvað eru hagsmunir almennings og færa rök fyrir því á mismunandi hátt, en ég sé það allavega á, ef við horfum bara á verkin eins og þetta frumvarp sem kemur fram að þarna eru hagsmunir almennings og náttúru ekki hafðir að leiðarljósi og þá það okkar hlutverk að benda á það en og það mjög sorglegt og þess þurfi. Ég væri alveg meira en til í að verja tíma landverndar í margt annað en að bregðast við frumvörpum og og skipulagsáformum og en það fer ofbáslega mikil tími í það vegna þess að það mætti gera betur svo virkilega víða. En það auðvitað okkar hlutverk að mörguleyti líka fræðsla og svona uppliftandi verkefni eins og grænfónin sem okkar stærsta verkefni. Þannig að ég var alveg til að verja meiri tíma í það. Það er ekki alltaf í vörn og bregðast við. En þessu tilfelli ákvörðunum ráðherravarki og það vil svo til að þarna eru bara 3 ráðherrar upp á sama þræði. Þetta búið til af Svandísi, sett inn á þing af Katrínu og mælt fyrir þessu af Bjarkey. Einu sinni menn hafa svona sagt að kannski hægri menn frekar að Landvernd sé svona pólitísk eða svona einn af örmum VG hreyfingarinnar. Ég hef heyrt það oft en það alveg af og frá. En það ég segi það, en það samt kannski enn skrýtnara að þurfa að verjast ákvörðunum þess flokks sem hefur þó viljað, ímyndarlega kannski, frekar enn í verki, viljað tengjast ykkar málstað meira en aðrir. Já, það hefur náttúrulega eitthvað fólk skipt vinnur þarna, framkvæmdastjórar fram og tilbaka, en það hefur verið alveg þannig að þegar fólk skiptir vinnu að þá skiptir það vinnu og það engin í engin svona svoleiðis tengsl, en þetta náttúrulega flokkur sem hefur gefið sér út fyrir að vera grænn og þar að leiðandi oft kannski sama fólki með svipar hugsjónir en það ekkert... Það hefur reynt á það samlífi undanfarin ár. Já. En ég held að það myndu að Vinstri græn myndu nú seint segja að við værum, þeim finnst við örugglega ekki styðja nú vel við þau til þess að vera eitthvað konar undir flokkurinn sem við gagnrýnum þau mikið og gerum það í þessu frumvarpi. En þetta bara já, ég held að það sé bara eðlilegt að fólk skipti vettvang og Landvernd vettvangur fyrir fólk sem brennur fyrir umhverfismálum og hjá Landvernd fólk sem brennur fyrir umhverfismálum og það stjórnar algjörlega fyrir þeirri vinnu og það fer ekkert milli mála. Nú gæti verið að við lifðum í landi. Já. Það sem það verið bara almennt talið að til þess að byggja hér gott samfélag
að þá væri best að láta sem mest eftir þeim sem eru að stofna fyrirtæki, hefja eitthvað nýjan rekstur eða þeim sem eru búin að koma sér fyrir, að það sé bara best að fyrirtækin, að svona stjórnsýslan og ríkisvaldið styðji fyrirtækin. Já. Því að þar er bestu ákvarðan teknar. Þú ert síðan bara eitthvað sem er að stoppa framþróunina. Já, það er... Ef ég skoða söguna, hvernig lög eru sett, þá eru þeir sett í þessum anda að það sé eiginlega best að lögin séu þannig að fyrirtækinu líði vel. Já. Og þú eru bara sett af það. Sko, ég held að fyrirtæki og nýsköpun eru ofboðslega mikilvægur þáttur í framþróun og það fer ekkert milli mála, en hins vegar þá er það þessi ofboðslegi vöxtur sem á að vera í öllu á þessari takmörkuðu plánetu sem að gengur ekki upp. Og það er á ábyrgð ríkisvaldsins að setja þessum fyrirtækjum einhverjar skorður. Og það er einmitt svo áhugavert við umhverfismálin að einu sinni voru umhverfismál svona alveg bara sér mál. Það var bara spurning að tína rusl og að flokka og og bara svona kannski eitthvað sem að fólk gætt svolítið svona vernda náttúru, perlur og græða land og svona. En núna eru umhverfismál orðin svo ótrúlega alltumlíkjandi að þau verða alltaf sko pólitískari og meira vegna þess að þetta snýst líka jöfnuð, þetta snýst það hvernig við deilum auðlindinni á milli fólks og það er, ég man ekki hvort það er 8% af fólki í heiminum sem flýgur og og svo er öll þessi mengun eða allir þessi losun koltvíoxíðs frá flugvélum, þetta er auðvitað mikið jafna málalöfu að fá allan heiminn til þess að allt mannkinn til þess að fljúga jafn mikið og þessi 8%. Það gengur ekki upp. Þannig að kerfisbreytinga er þörf. Það er alveg snúið en það er líka spennandi að vera í umhverfisbaráttu. En ég held að hún sé það er vel hægt að vera með öflugan frjálsan markað og vera síðan líka í umhverfisvernd en það þarf að setja því einhverju skorður vegna þess að vöxturinn endalausi er... Þá er það ekki frjáls markaður, myndu einhverju segja að þú er búin að setja svo mikla skorður. Já, búin að setja of mikla skorður. Það eru skorður. Við erum með lög í landinu. Þú mátt ekki gera hvað sem er og það er ekkert að fara að breytast. Það er að koma að Evrópu regluverk til okkar bara á Þannig að frjálsmarkaður er ekki til og ekki æskilur. Það eru reglur sem að eru settar utan hann. Já, það eru einhverja reglur, það eru alltaf reglur. Eitt smá tími að segja sko markaðurinn er ekki frjáls því að það er drottna fáir stórir yfir honum og þeir stýra honum. Þannig að valið er eiginlega það hvort að stóru aðilarnir sem er mesta fjármagni stýri markaðnum eða að almenningur setja honum einhverju mörk. Já, ég meina misskipting auðs er líka umhverfismál í mínum huga. En mér finnst alveg vera kraftur í því að vera í sko umhverfisvernd og geta þá fengið sko öll svona pólitísk sjónarmið með og það er örugglega til fullt af fólki sem er ekki sammála mér í því en í mínum huga er þetta alveg ljóst en svo hvernig á að bregðast við því og þetta hefur verið rosalega svona já, ég held að fólk hafi verið pínlítið hrætt við að tala í þessa átt en það eru svo ofboðslega fá prósent af mannkyni sem valda svo ofboðslega mikið af umhverfisspjöllum að það er alveg skýrt að það er ekki sjálfbært að keyra samfélagið þannig og að keyra á þessum endalausa vexti. Þannig að 8% verða að draga saman sína neyslu. Já. Því að heiminum myndi 12 tímast ef allir tæki upp þeirra neyslu og breyta sinni neyslu. Heimkosturinn er það að 8% verji bara sína neyslu og gæti þess að hinir komið í hana. Það er svolítið það sem er í gangi en það er ekkert bara spurning að minnka neyslu, það er einhverju leyti en líka breytinni að því að sko línulegt hagkerfi þar sem við tökum bara auðlind, notum hann á hendum henni, urðum og brennum það er mjög óumhverfisvænt en ef við einbeitum okkur meira því að gera við og
og deila meira svona, eins og bara hopphjólin eða hvað það sem að við deilum á milli okkar þannig að sem flestir fái að njóta framþróunar það er bara breyting í neyslumynstri og það mun minnka einhverju leyti neyslu en ég held líka að það auki lífsþægindi ef að rétt haldið á spöðunum. Það hefur nú gerst sko að kannski fyrir 300 árum var Frakklandskonungur eini maðurinn sem átti rakara. Já. En núna deilum við rökurum og hárgreiðslufólki. Þannig að þetta er gamalt triks sem hefur verið til þess að bæta lífsgæði fólks. Þó dæmið sig kannski ekkert sérlega gott. Herðu, en að þið erum að tala svona baráttuna í samfélaginu og landvernd og þú ert að segja að þetta eru 6.000 manna samtök sem að hafa tiltekin baráttumál og tiltekna stefnu og þar er þessi gætt að það sé ekki sundrung í stefnunni þannig að hún þarf að vera eitthvað þannig að öllum 6.000 geti fallist á að fara þessa leið þó svo að aðrir geti síðan verið að berjast fyrir að fara eitthvað enn lengra í einhverjum öðrum vettvangi eða eitthvað slíkt og aðrir að berjast fyrir öðrum málum eitthvað annars þar. En inni í að því að landvernd á Íslandi grunnurinn er svona náttúruvernd og það er til dæmis að vera berjast gegn virkjunum og spillingu náttúru ekki gæða heldur perla, svona náttúru perla. Svona ræturnar eru þar. En þegar við komin í lofslagsmálinu þá kemur svona annars svona sjónarmið sem er eiginlega baráttan gegn jarðefnis eldsneyti. Og þá koma sjónarmið að virkjun á Íslandi sem að mengar minna getur verið gott skref. Já, og er landvernd að ég myndi reikna með því að það væri svona smá umbreytingatími þar sem að sko loftslagsmálin koma inn og finna leið til þess að þau séu í góðri sátt við landverndarsjónarmiðin? Ég náttúrulega kem inn í landvernd úr loftslagsbaráttunni og í mínum huga er þetta alls ekki einhverjir 2 pólar sem takast á. Þetta er ekki 2 pólar, þetta er svona öðruvísi sjónarhorn. Og það sem ég hef bent á í mínum umræðum og greinum orkumál er að frekari orkuöflun, hún bara fer alls ekki sjálfkrafa í þessi orkuskipti. Og þá erum við komin aftur í að tala þennan endalausa vöxt að þá bara, almenningur nota svo ótrúlega lítinn part af orkunni og mér segja orkuskipti á landi, bílar og svona, þetta er pínlítill hluti. Orkuskiptin sem eru hvað orkufrekust eru flugvélar og skip og tæknin er enn komin frekar skammt á veg hvað það varðar. Þannig ég held að við séum komin rosalega fram úr okkur ef að svarið er aukin orkuöflun punktur. Af því að innviðirnir eru ekki til staðar til þess að fara í orkuskiptin, við erum að sjá samdrátt í kaupum á rafbílum, við erum ekki að sjá einhverja mjög hraða uppbyggingu í almenningssamgöngum sem að nota rafmagn. Þetta eru svona þessar þessi innviðir sem að þarf að byggja upp. Alls ekki, Borgarbraut að verða bara eins og Sundabraut, þetta er bara eitthvað svona eilífðarmál sem vellur í kerfinu og ekkert gerist. Og þannig að ég er alveg bara, ég vil helst tala orkuskiptin sem að við getum gert núna strax og varandi framtíð orkumála þá vil ég líka benda á hvað við erum að nota orkuna á fáránlegan hátt í rauninni. Það eru 6 fyrirtæki sem kaupa 80% af orkunni og bara daginn þá voru auglýst einhver, man ekki hvort voru 150 megawatt til sölu sem að Norðurál er að nota. Nú man ekki hvað var mikið, mér finnst 150 hljóma svo mikið, en með það sem minnir. En þannig að það er svona að benda á hvernig við notum orkuna, hvernig við notum dreifikerfið núna. Dreifikerfið það er verið að byggja það upp og
og það eru svona stopp á nokkrum stöðum þar sem að orka nýtist ekki, hún skila sér ekki á suðvesturhornið frá Austurlandi og þá eru kannski komin gagnaver þar sem að verða ekki að eilífu. Þau gera svona skammtíma samninga að miklu leyti. Þannig að þetta er spurning svo margt annað heldur en sko beinlínis öflun orku. En það sagt þá hefur Landvernd ekki verið með einhverja svona virkjana stopp umræðum. Við höfum verið að benda á að það hefur ekki verið það hefur verið mjög erfitt að koma nýjum virkjunum á. Og þá er oft bent á Landvernd og sagt það ykkur að kenna þegar það virðist vera bara mikil andstæð í sveitastjórnunum, hjá landeigundum, vegna þess að við erum kannski búin að nota svolítið hagkvæmustu kostina í vatnsaflinu. Og svo afstaða samfélagsins að breytast, þannig að þrengist alltaf að ef þú eru sagt virkjun 1965 að þá við allir hrópa húra. Já, og það hefur verið að breytast og og Landvernd hefur skoðað þá kosti sem að reynt hefur verið að ýta í gegn og það hefur bara komið í ljós sem hafa brotið lög, ekki hefur verið nægilega rökstutt, stuttir almannahagsmunir að baki sumra, þannig að það eru auðvitað ber öllum að fara að lögum að umhverfisvernd og það er ekki umhverfisverndarsamtaka ábyrgð umhverfisverndarsamtaka þegar stoppaðir eru framkvæmdir sem að ekki gera það. En við byrjum að tala hvernig regluverki kemur eftir á eitthvað svona villta vestur í fiskeldi og svo á regluveldi raunverulega bara þjóna áframhaldandi vexti. Einhver leyti eru við í svona kaflaskiptum í umræðum umhverfismál að því að það var komið svona fyrirkomulag sem að hafði verið sett en nú eru margir sem að vilja láta reyna á það. Það er komið í stefnu margra flokka. Samfylkingin var að samþykkja svona breytingar á sinni stefnu og villi fá 5 terabæt, ég held að við séum eitthvað 21 terabæt terawatt stundir, já. Ég er ekki góður í þessum mæleiningum hann en þetta er svo háar tölur að ég er ekki heila í þær. En þetta er svona næstu því 20-25% aukning á til dæmis skömmun tíma. Og þú þekkir umræðuna frá Sjálfstæðisflokki og Miðflokki og sumuleiti frá Framsóknarflokknum, svona einhver leiti, sem er þá hugmyndin það að hérna vorum við regluverk sem að kannski geta ykkur orðað sem svona þjónaði væntingum okkar og hugmyndum fyrir 25 árum. En hvað er þetta langur tími? Þú voru afsakið, ég er ekki búin að kynna mér nú vel þessu stefnu samfylkingarinn. Bara mjög skömmum tíma, bara náinn í framtíð, sko. Síðustu 10 árum hafa bæst 2,2 terafastundir við. Ég held þess að tala bara næstu 10 árin eitthvað lýs. Þetta er fyrsta verkefnið, þetta er næsta verkefnið, næsti áfangi, svo bara höldum við áfram. Það sem ég er að velta mér, að nú er viljið til þess að losa regluverki sem fyrirvarar. Það kemur líka einföldun eins og heitir. Það er einhverju sem að vilja fara að virkja og þeim finnst bara regluverki til trafala. Þannig að við verðum að opna þetta kerfi stjórnvöld. Við verðum að fá að geta. Þannig þá er ég að velta fyrir mig hvort að við séum að lenda í svona virkjunum í sama ástandinu og var kannski í fiskeldinu, þar sem eru bara margir sem að ætla að fara þarna inn og græða, bara bönns og vilja bara komast að og þá hlaupa stjórnvöld til og fella burtu reglur sem að kannski orðana hljóðan fyrir 20 árum, 30 árum var látið líta svo út að venda almannahagsmuni og umhverfið og framtíðina. En þegar að, nei, nú er eitthvað gæi sem vil fara að græða á þessu og þá verðum við bara að breyta þessu. Því að það er einn æðsta... Þetta er sett fram í nafni loftslagsmála. Það er held ég svona ástæðan fyrir því að almenningur kannski er meira tilbúin en það sem ég hef samt heyrt frá flestum er að það er að einfalda regluverk en það er samt alltaf að vera faglegt. En við erum auðvitað, ég hef ekki séð nákvæmlega hvað á að einfalda og við erum bara mjög uggandi yfir því að það eigi að einfalda á kostnað faglegra vinnubragða sem er slæmt, mjög slæmt.
en sko fólk hefur talað það sé að senda inn sömu gögnin á mismunandi formati á 4 mismunandi staði og eitthvað svona að einfalda eitthvað svoleiðis regluverk þetta ef það er hægt þá er það bara flott og Orkustofnun hefur mætti örugglega að vera með fleira starfsfólk og afgreiða hluti þannig hraðar ég veit það ekki en ég er ekki viss Þetta er gert í nafni loftslagsmála en að því að þú varst að tala það ef við verum að horfa á ástandi út frá loftslagsmálum að því að þú sagðir landvernd er ekki almennt bara mótið að geta virkjanastopp ekki síðasta virkjanin er ekki komin en til þess að fara að ræða frekari virkjanir að þá viljum við ræða nýtinguna við viljum ræða dreifinguna og annað slíkt, en það er ekkert verið að gera það. Sumir eru að ræða það, en nei, mér finnst þetta... En ekki stjórn? Mér finnst þetta vera komið út í mjög svona hættulega einföldun þegar talað að aukin orkuöflun muni sé sjálfkrafa loftslags lausn. Af því að síðan sjáum við bara hvert salan hefur farið í síðustu 10 árum, það hefur farið í landeldi og það hefur farið í gagnaver og þá er spurt, er það á móti landeldi, er það á móti gagnaveri, menn það er, sko, hver er stefna stjórnvalda í þessu? Af því að ef það er alltaf hægt að benda á einhverja fjarlæga þörf í framtíðinni þegar tæknin til þess að nota rafeldsneyti á flugvélar, á skip verður komin á land og við getum farið að setja inn í gagnið og við erum bara búin að selja orkuna eitthvað annað. Þá verður alltaf þetta sama ákall frekara orkuöflun og það er það sem við erum að reyna að benda á en það er, stjórnvöld eru ekki að hugsa svona langt fram í tíman finnst mér og þetta er svona svolítið ofur einföldun á þessu ástandi. Það segir ákveðu. Stefna stjórnvalda er að ýta undir fyrirtækin. Já, og fá kjörin eftir 4 ár eða 2 ár. Þau hafa trú á því að fyrirtæki muni færa okkur inn að góðu framtíð. Þau hafa ekki trú á því að þessi stjórnvalda að ákveða hvernig framtíðin okkar eigi að vera. Þess vegna hafa þau enga stefnu aðra en það að þjóna fyrirtækjum. Ég held að við búum bara í þannig heimi, sko. Að ég einhvers staðar, kannski voru stjórnmennir alltaf þarna, kannski mistu við þarna bara. Já. En bara, sorry. Það er mjög góð pæling hvort að það hafi eitthvað tíman verið stjórnvöld sem að starfa í almanna þá fyrst og fremst. Eins og var atvinnuuppbygging skilgreind sem hluti af almanna þjóna almannahag en það var þá til dæmis Landsvirkjun ríkisfyrirtæki sem er byggt upp. Já. Hitaveitan voru félagsleg rekstur. Lengi var stærsti hlutin af öllum útgerðarfélögum var í félagslegum rekstri, sveitafélaga og samvinnufélaga og annað slíkt. Þannig að einu sinni var atvinnuuppbyggingin og svona almanna samtök. Já. En ég meina atvinnuuppbygging er alveg líka góð. Þetta er fullt af fyrirtækjum sem bara leggja sig fram við að gera vel og en það er stjórnvalda að setja að stjórna og setja skorður og ákveða stefnu en þess að ef það er engin stefna ákveðin þá er bara stefnu leysi. Ég er ekki viss að stjórnvöld taki í þannig, sko. Við getum tekið bara mál eins og húsnæðismálin, sko. Við erum búin að vera í húsnæðiskreppu hér í 2 áratugi og það bara er ekkert að frétta, sko. Já. Það er bara að því að ég held að þeir stjórnvöld ætla að bíða eftir því að þeir sem ætla að fara að græða á húsnæðisuppbyggingu fara að drífa sig í gang. Þeir trúa því að eina sem að muni gerast eru að það sé ykkur sem að vilja græða á þessu. Já. Þeir eru að trúa frjálsa markaðnum. Já, en ég er á því að stjórnvöld eigi að stjórna og móta stefnu. Þá ætti náttúrulega stjórnmálin að snúast það, svona hvernig samfélag viljum við hafa hér eftir 10 ár, 20 ár, 30 ár, 40 ár. Já, og ég held að stjórnmálin snúist alveg það einhverju leyti. Þangað til allt innu kemur. Já, svo koma bara svona frumvörp þar sem að það er greinilega mikil ítök og hagsmuna gæsla í gangi og það er pirrandi að sjá það. Alþingi nánast kom saman til þess að laga umgjörðina í kringum fiskeldi á Vesturlund fyrir ekki svo löngu síðan. Já, og það kom svört skýrsla frá Ríkisendurskoðunum
þetta regluverk og hérna og svo tala slys og sleppingar þegar það stóð þarna fyrir þetta bara ekki nógu vel vaktað og hérna það var alveg fyrir síðan það koma upp svona slys og þegar með svona margar kvíar út allt að þá það óhjákvæmilegt og þá spurning hvernig ætlum við að reyna að koma veg fyrir það með regluverki og hvernig ætlum við að fylgjast með því og hérna bregðast við og það var náttúrulega bara svona daldið, það var allir bara svo hissa. Má ég þá spyrja stefnunni hérna landveitar varðandi strandeldi? Já. Er það hérna á strandeldi rétt af sér? Stjórn landveitar hefur ályktað það að núna sé komið nóg í bili og við skulum reyna að koma regluverki og böndum á þennan iðnað sem nú þegar sem hefur vaxið ofboðslega hratt. En svo iðnaðurinn enn í vexti og það óhugnarlegt á meðan við sjáum svona mikil áhrif, við sjáum þessar sleppingar og hérna, en við gerum okkur grein fyrir því að það hérna byggðarlög þar sem að fá eitthvað auki líf út af þessum iðnaði. Svo reyndar mikið af þeim fólk sem erlendis frá og kannski býr ekki hér til lengri tíma þannig að það má alveg spyrja sig hvernig samfélag þetta byggir upp en hérna á meðan ekki hægt að koma með einhverja töfra lausnir við því þá held ég að það sé mjög óábyrgt að vera alfarið að segja við skulum bara loka þessu öllu á morgun en ég held að það sé alveg til leiðir til þess að vera með almennilega byggðastefnu á Íslandi og við getum tekið nýsköpunarsjóð sem dæmi, nýsköpunarsjóð ríkisins sem hefur verið að veita styrki til nýsköpunar af hverju hann ekki með einhverja stefnu að styrkja við nýsköpun á landsbyggðinni ég tala orkusjóð og það eru svo margir svona styrkir sem fara miklu leyti til fyrirtækja sem nú þegar mjög stór Ísfélagið og Samherji fengust þessu styrkinu orkusjóðu og jafnvel borga sér arð við styrktum þau til þess að auka einn arðgreiðslu til sín Já, það allavega það vantar alveg, ég var alveg til að sjá þessar styrkveitingar styðja við nýsköpun og byggð út á landi til dæmis. En ég held að það sé ekki ráðlegt að stækka fiskeldis iðnaðinn að núna segja að það sé komið gott, við skulum koma böndum á þetta. Það augljóst að við höfum ekki tök á þessu, við höfum nátökum á þessu og ef við erum búin að ná tökum á þessu þá getum við skoða hvort við ætlum að fjölga þessu. Það verður afstæðan. En þú vísar í svona byggðasjóna með eitthvað fleira. Spilar það inn í afstöðu landverndar að stóru leyti þetta í eigu norskra aðila? Þannig að arðurinn af þessum rekstri hann bara fer eitthvað langt út úr samfélaginu og skipti það máli, var það öðruvísi ef þetta væri bæjarútgerð Patreksfjarðar sem ætti þarna hérinn? Það náttúrulega skipti máli að því leitinu til að við getum hort til Noregs og hvað hefur gerst í fiskeldinu þar. Af hverju er fyrirtæki norskra eigu að leita hingað? Það var sett gjaldar og við gefum. Það sem kostar í Noregi ókeypis sér. En það ekki ég myndi ekki segja að það hafi mikil áhrif á afstöðu landverndar hver á í hlut. Þetta snýst fyrst og fremst auðlindanýtinguna, náttúruna og hvernig komið fram við hana og hvernig Það er ekki svona sjálfbærni samfélaga. Það ekki svona mér sem að þið Við höfum ekki tekið það að miklu leyti en ég meina ég segi það samt að þarna koma inn mikið af vinnu afli sem að jafnvel býr bara hlutur ári eða svona og kemur ekki með fjölskyldur sínar með sér og það náttúrulega það tengist þessari uppbyggingu samfélaga og og líka það ákvarðanir uppbyggingu þessar rekstrar eru teknar einhverjar allt annars þar enn í samfélaginu. Það hlýtur að vera hluti af sjálfbærni samfélagi að samfélagin sjálf taki ábyrgð framtíðina. Sjálfbærni náttúrulega hefur 3 stoðir og ein þeirra er samfélagið
Þetta snýst og þess vegna segja umhverfismál eru orðin svo alltumlíkjandi og það farið að vera umhverfismál svo margt orðið umhverfismál sem kannski varða ekki í almennri umræðu en síðan að því að landvernd að flytja og ég er búin að vera að grafa upp gamlar kennslubækur og eitthvað sem að landvernd gaf út og þá talað þess að sömu hluti kannski í 40 ára gömlum bókum þannig að það sem maður heldur kannski sé nýstárlegt það ekki endilega en þetta svona ég held að segja reyðja sér til rúms umhverfisumræða sem töluvert víðtækari og pólitískari hún hefur verið ég held að það sé gott en það alveg áskorun fyrir samtök eins og landvernd sem eru fyrir alla og starfa með allir pólitíska litrófinu þannig að það alveg áskorun en þá bara mikilvægt að færa rauk fyrir máli sínu fara í málefnin og og láta svona persónur og leikendur kannski liggja eins milli hluta. Fiskeldi, það íbúum á jörðinni að fjölga. Já. Og fiskeldi eitt af því sem að eykur mikil vöxtur í því. Það ekki vöxtur í veiði villtra fiskistofna síðan svo. Þannig að fiskeldi bara fyrir löngu komið fram úr veiðunum í framleiðslu á próteinum eða hvernig mælingarnar eru. Þið ekki á móti fiskeldi. Fyrst þið ekki eins og á móti standeldi. Þannig að þið eru fylgjandi landeldi. Já, ég minna það landeldi nú töluvert skárra en fiskeldi hvað varðar þessi áhrif og miklu minni líkur á þessum að þannig fari eldislaxar út í umhverfið og stundum sleppa bara þúsundir laxa og svo veit ekki hvert fóru að því að sjórinn svo stór og þeir fóru bara eitthvað hvert fóru þeir, hvað áhrif hafa þeir við bara hreinlega vitum það ekki það náttúrulega risastór tilraun í gangi það hryggilegt og ég svo sem ekkert á því að landvernd sé svona eitthvað hlint fiskeldi það bara það komið þarna og við skulum reyna að ná böndum á það áður en að það áður en við hugsum eitthvað lengra með það en þú ert að tala þá svona fæðuöflun fyrir heiminn og ég vil bara benda á það að í laxeldi þá fá fiskarnir soja að mestuleyti sem ræktað í Suður Ameríku að ég held og það hæft til manneldis þannig að það verður raunverulega fæðutap. Það svona vesen með soja því að soja eiginlega svo jurt sem skilar mestum hitaeiningum per fermetra. Þetta bara undarlegur jurt. En það samt eiginlega engin menning sem borðar soja nema í gegnum einhver svona rosalega umbreytingaferli búa til tófu úr því eða gera eitthvað við það því að það eins og við séum ekki ef við værum einhvern veginn góðið við bara borða sojað þá værum við löngu byrjuð á því Við borðum alveg stundum sojabunir svona edamamebunir það er mjög litlu magni en það er eitthvað margt í baunum reynda þannig að við getum ekki borðað alveg óverkað en tófu er ekki mjög mikil verkun með það er eiginlega umbreytinga og þetta eru baunir sem verða eins og ostur þetta er alveg ekki umbreyting ég er bara að benda á það að því að soja töfrajurt að því hún framleiðir svo mikið og það hefur búið að vita lengi það var talað þú varst að talað fyrir svona 50-60 ára það var talað að þetta myndi leysa bara fæðuþörf heimsins það bara hefur ekki almennilega orðið þannig að það er alltaf verið að reyna að koma soja í gegnum einhvern ferli meðal annars í gegnum lax en það er alveg hægt að borða soja og baunir og ef að markmiðið er að mæta þörfum heimsins með þess að minnstum kostnaði fyrir náttúruna þá er það að borða soja beint þannig að fyrir mér er lax og nautakjöt og hvað sem borðar soja prótein og það tapast raunverulega prótein af því að það sem borðar þetta eru lúxusvörur og eru ekki laust við því að mæta þörfum alls heimsins Þannig að þið setjið spurningamerki við þetta
Og náttúrulega enn frekar nautgriparæktun eins og hún til þessi Bandaríkjunum sem enn meiri svona sóun. Þetta er lúxusvara og þetta er ekki, það á að koma fram við vöruna sem slíka. Þetta er lúxusvara sem veldur stórkostlega skaða í umhverfinu. Nautgriparæktun í Bandaríkjunum er bara horror. Þannig að það er bara þessi gigantíski vöxtur á öllu sem er mér mikið áhyggjuefni og Landvernd hefur tekið svona gjaldi varhug við að það er ekki sjálfsagt að af því að einhvað er gert á eitthvað hátt eins og landeldi að það sé skárra en eitt og þá sé bara eigi það að margfaldast í framleiðslu á örfáum árum. Það er bara alltaf varhugavert að og hvað þá ef að það er ekki svona að borga fyrir auðlindirnar sem að það notar. Svona hefur nú Ísland verið. Það er einu sinni var þetta síldin og einu sinni var þetta loðdýrarækt og nú er þetta túristanir og svo fiskeldi og það er alltaf svona einhver ein lausn sem á að leysa allt og þá bara keyrist samfélagið í að keyra eitthvað upp. Já. Það er svona stemmingin. Þess vegna eitthvað við kannski smá tíma í því að tala það svona hvernig ákvarðanir eru teknar hérna. Einmitt. Það eru oft teknar einmitt. Þetta er eftir á, svolítið mikið. Eftir á og það eru þeir sem eru með svona til dæmis einfaldar lausnir sem að fá mesta rýmið. Já. Herðu, eitt sem að varðandi þetta frumvarp. Af því að það sem veigamesta breytingi sem verður frá því það fer inn í samráðsgáttina og þangað til að Katrín Jakobsdóttir situr inn í þing og Bjarkey mælir fyrir því, er að það er komið þessi ótímabundna leyfisveiting. Það er sérst að þau fá kvótann til eilífðar. Ég heyrði formann atvinnuveganefndar í þinginu tala að það væri svona eiginlega ekkert sérstakur vilji í þinginu að standa við þetta. Það var svona að gefa í það að líklega er þetta slegið af. Ég veit ekki hvað er þetta marka leggja í það. Gæti verið að þetta komið þarna inn eiginlega bara til þess að draga athygline að þessu deilumáli. Þannig að við séum ekki að ræða kannski. Ég býst við að í athugasemdum ykkar í samráðsgáttinni hafi verið töluverðar athugasemdir. Og það var áður að þetta kemur inn. Já. Og þær athugasemdir eru ekki umræðinni núna, vegna þess að við erum að ræða Já, innan sem slíkan Já, leyfið til eilífðar. Já. Það er stort verkefni að skrifa næstu athugasemdir og það er bara framundan. Ég er bara því miður man ekki utan að allar þær athugasemdir sem frá okkur fara en ég man nú alveg eftir því einu samráðsgáttinu það var rætt það var nú ekki að ósvipuðu með því, það var rætt mikið hvaða skorður eigi að setja á hverja viðurlögin eða þú sér það að það er að lagseldið virðist hafa þarna brotið eftirlitsskyldu sína, það er kært til lögreglu og lögreglan ákveður að fjalla ekkert það og það er kært og þá fær sami lögreglumaður sem sagt málið aftur og maður hugsar, er eitthvað að fara að gerast segjum við séum komið með eitthvað lög þar sem er sagt þetta má ekki þetta og þetta og þetta að meðan eftirlitsstofnanir hafi ekki burði til þess að sinna almennilegu eftirliti og svo ef eftirlitið er ekki nógu gott og það kemur eitthvað upp á og það kemur í ljós þegar áttu að vera búin að tilkynna þetta og hitt eða ég nú man ekki 100% en að það gerist ekki neitt. Það var svona það sem okkar komment voru hvað helst og mér sýnist þau fara að vera mjög svipuð með áfram og svo bætist þetta við með auðlinda með ótímabundnu nótkunnina. Þannig að athugasemdir ykkar frá því á fyrri stigum er í fullu gildi því það var ekki tekið neitt til því. Já, það er oft kveðstef, við getum bara notað það sömu umsögnir og kannski komið fyrir áður og vísað í þær. Það er mjög algengt. Herðu, Þorgerður, gaman að fá þig að ræða umhverfismál Já, takk fyrir alls konar samhengi. Takk. Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.
Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum verið að ræða svolítið Breiðholtið að undanferðinu og það hefur verið nokkur umfjöllun það er samfélagsbreytingar sem að hafa átt við stað í Breiðholtinu og kannski getu borgaryfirvalda og kannski samfélagsins til þess að mæta þeim. Hingaði komin til að halda þeirri umræðu áfram og Óskar Dýrmundur Ólafsson, þú veit hvað, hverfisstjóri Reykjavíkurborgar, hvað heitir það? Ég var ráðinn upp að linsa hverfisstjóri, en í dag er ég titlað framkvæmdastjóri. Framkvæmdastjóri Hverfismiðstöðvar. Hverfismiðstöðvar Breiðholts. Já, sem er hverfismiðstöð Breiðholts. Sem nær yfir þessi 3 hverfi, eða hvað? Já, Efra, Neðra og Selja. Já. Þannig að þetta er svona, og svo eru við, köllum við þetta bara allt saman Breiðholt. Já. Þetta eru ólík hverfi. Já, það er hægt að segja það, þessi munur á þeim. Já. Það sem við höfum verið mest að ræða núna er eiginlega Efra Breiðholt, Fellahverfið og svona yfir í hólana. Það sem er hæst hlutfall innflytjenda í borginni og líklega bara á landinu. Kannski fara að slaga bara upp í Vík í Mýrdal. Já, ekki segja það. Þannig að þetta er sérstakt hverfi og skiptir máli kannski svona hvað þar að vera. Við regnum með því að þetta er svona hluti af samfélagsbreytingu sem eiga sér stað hérna. Já. Að hluta til ekki vegna þess að Fellahverfið og aðeins yfir í Hóla og Berg hefur verið svona lágtekju svæði í Reykjavík lengi. En nú vil bara svo til að lágtekju hóparnir núna eru að stóru leyti orðnir innflytjendur. Hvað segirðu það? Sko, ég held að það er þetta kannski alhæfa þetta. Innflytjendum fylgja þetta mikil verðmæti og ég held að í hópi innflytjenda sé mjög breiður hópur. Við erum ekki aðstöða, við erum að reyna að ræðum þetta um áskorunar og vandamáni sem fylgja þessu án þess að nokkur haldi það að með því sé verið að tala um að fólki eigi ekki að koma hingað. Já, það sem ég er að meina sko að hverfið okkar í Breiðholtinu er mjög fjölbreytt og hefur alltaf verið það. Og rökin sem ég færi fyrir því eru að komi upp að við sama fólk alls þar á landinu og flutti þarna inn og í alls konar híbýli og með alls konar bakgrunn og það er líka þannig í fellunum að við svo leiti sko þó að þarna hafi komið hæst hlutfall félagslegs húsnæðis upphafi og verkamannabústaðir akkurat og þessu miklu breytingar sem urðu þá við erum að sjá aftur sko dýnamík farnar stað á síðan 10, jafnvel 20 árum þar sem að fólk kemur alls staðar á heiminum, ekki bara alls staðar á landinu og endur skapar þannig sér samfélagið. Og þetta er mjög áhugaverða breytingar ef maður svona fer að setja það þannig upp. Og í þeim hópi er mikið fjölbreytni. Það er alveg rétt hjá þér að fólk er með lægri tekjur sem býr kannski frekar í félagslegu húsnæði eða eitthvað slíkt sko, en við höfum auðvitað ákveðna tölfræði um hverfið og þekkjum það löggjarnlega að starfið þarna og tekjustig endurspeglar ekki alltaf þá félagslega stöðu en getur gert það. Það við sjáum og það sem er mælt að það er fólk með lægri tekjur. Þarna er hærra hlutfall félagslegs húsnæðis heldur annars staðar. Þannig ef við ættum að jafna það í borginni þá ættum við að vera að byggja félagslegt húsnæði í Fossvoginum og 107 og víðar. Við erum ekki að því. Já, það er þetta verið endur sko skipuleggja eignastöðu til félagsbústaða. Þannig það er í gangi eitthvað stefnu það að svona kaupa húsnæði annars staðar og draga úr eignum í Fellahverfi sem dæmi sko. Já, það sést varla þegar maður er að skoða sko þróun á milli ára sko, þetta er vel verið þessi plan sko en þetta er ekkert sem að hefur
nein árið eins og komið en við sjáum þetta alls saman. Akkurat. Og þetta er staðan og ég var í Fellónu þegar ég var 14 ára, 15 ára og þá kom ég úr Vogahverfinu og ég var í bekk, mér var sagt það eftir á, að ég var í bekk krakka sem að sóttu einu dagi og seint í fellskólanum. Það dugði í heilan bekk, þannig að þú getur ímyndaði sko innstreymið af krökkum sem að voru þarna. Akkurat. Og þetta var náttúrulega ótrúlega degla. Þannig að ég þekki það alveg að búa í svoleiðis-hverfi. Ég meina Vogahverfi var á sínum tíma var það þannig svona, þá voru talað Vogavillingana og svo var talað Breiðholtsvillingana og þetta fylgir því það sem svona degla. Já, já. Og við erum ennþá með í því. Þegar ég var ég get alveg rifjað upp, ég var reynda fellahellir og það var svona tilraun til að ná eitthvað utan þessa staðrind, það kemur svona mikið. En þegar svona í gangi, þá þarf náttúrulega hverfið eða borgaryfirvöld eða stjórnvöld að bregðast við með einhverjum hætti til þess að einhvern veginn styðja þessa deglu sem þarna og það kannski það sem við erum að ræða. Akkurat. Hvernig öktu við þegar við stöndum frammi fyrir vanda sem ekkert, þú veist, og vandi, það borgar sig að leysa vanda áður að verða vandamáli og það kannski spurningin. Erum við að leysa vandan sem þá svona semi-jákvætt hugtak áður að verða vandamáli sem neikvætt hugtak? Sko í þessari miklu gerjun sem að eiga sér stað, svo ég var að vísa þess til á það. Og við erum kannski að tala þá þennan innflytjenda vinkil á því að það að koma fólk alls staðar á heiminum og setja stað. Og það sem þetta líka við erum búin að sjá í greiningum félagsfræðinga og fleiri að í Breiðholtinu setjast meira að fjölskyldur og það sem börn eru. Og þetta skapar áskoranir í íslensku þekkingu að fólk að læra íslensku vill gera það, við þekkjum það og að bara sennilega ná bara utan það að vera flutt hingað, skilja út á hvað þetta samfélag gengur, læra á það sem því býðst og svo líka bara upplifa þessi velkomi að það eigi ykkur hlutdeild og þetta meðal annars þess sem ég starfa við, að reyna að tengja saman ólíka aðila í þjónustunni þar sem ég starfa á Suðurmiðstöð með mjög góðu starfsfólki þar og svo vinnum við að þessu nánar út í skólum, leikskólum, inn í félagsmiðstöðum og annars staðar það sem þjónusta fer fram. Kalla fram ýmsa nýjungar á síðastliðnum 10 árum sem varða akkurat þetta og í dag kalla það að vinna þá að inngildingu. Þá þjónustan færð einfalla bara nær fólki og fólk fær aukin svona völd eða í einlífi, meiri það segja hvað gerist og þetta Hvernig þá? Já, við tekjum sem dæmi, við fórum í samstarf hér við samtök svo PEP og fleiri varandi fátækt og tókust á við það að það var ekki nástnægilegur árangur í því að rjúfa vítahring fátæktar og þá eru komnar rannsóknir þetta, börn búa við fátækt og það næst oft ekki að rjúfa þann vítahring og það farið það að stofna til verkefni sem heitir Tinna og við fórum og skoðum svona listaverkefni á Norðurlöndunum og í Bretlandi og þá skiptir öllu máli hvaða umhverfið þar gert. Það sé ekki nóg bara að kalla fólki inn á viðtalsherbyggi í einhverjum stofnunum, heldur sé að vinna þetta þar sem fólki líður kannski betur og þess að settum við upp þetta verkefni, ráðgjafarverkefni Tinnu inn í Gerðuberginu og köllum það þá fjölskyldumiðstöð og tengjum þetta raunlega þá allir starfsemi þar, þannig að þú kemur með börnum þín, það líður eins og bara þú sett eins og hverjan að koma þarna en erst að fá ýmsa aðra þjónustu í leiðinni og stuðning og þetta hefur skilað alveg bara ágætis árangri við þetta verkefni að reyna að rjúfa þennan vítahring fátæktar. Þó ekki þannig að sé búið að rjúfa vítahring fátæktar, það ekki svo. Hann þarna þá? Já, hann þarna, en ég að segja hjá þeim einstaklingum sem kom inn í þetta program og það búið að taka þetta út af yfirvöldum og rannsóknaraðilum og þetta skilar árangri og þetta hefur við kennt á það. Sko ég að segja bara að það að sprettu verkefni sem að ekki bara segja að þetta sé bara ný sköpun í áður óþekktum aðstæðum og við erum að kalla eftir líka miklu meiri samvinnu við íbúana. Mínum hatt allt of mikið gert að því að hanna lausnir
sem eru ekki hannar út frá þörfum íbúa og þar eru við að reyna og íbúin ekki þáttakandir í því að það hafi löngu sannað að slík verkefni ganga ekki og eru bara eiginlega dagvist fyrir einhverja millistjórnundur niður í ráðhúsi. Líklegri til að hitti mark með þjónustu eða ef þú ert einhvern veginn í sambandi við þann sem er að fá þjónustuna og þetta eina stóra áskorun, hvernig náum við þessu samtali, hvernig vitum við og þegar maður skoðar samfélagið, það var kannski aðeins einfaldara þegar ég var alveg statnu upp þegar fólk kom alveg starra öllu landinu, það töluði allir íslensku og smá blæðbyrðað munur þeim að norðan og öðrum, en þannig erum við að tala um miklu flóknar umhverfið, þarna eru tölu kannski 30 tungumálin í einni stofnun og allt önnur tengsla minnstur í gangi og þetta eiginlega verkefni að aðtapna sig inn í þessu og reyna að skapa þessi tengsl, þessa samvinnu og finna út í hvað leiðir eru bestar við að styðja fólk og vinna með fólki. Sko það sem ég er að reyna að átta mig á þessa dagana er svona hver er vandinn? Og og ég veit alveg að þú og þitt fólk er að vinna í alls konar verkefnum og við getum talað það að þú takir því eins og að vera ásökunum að þið væri ekkert að gera neitt og þú kemur með listan yfir því sem þau eru að gera og eitthvað svona eins og þetta væri fyrirspurnatíminn í Alþingi og eitthvað að gagnrýna og Katrín Jakobsdóttir kæmi og við gerum þetta og þetta. Við ætlum að getum ýtt þessu bara aðeins til hliðar, gleymum því. Það er allir að leggja sig fram sem er að vinna í þessu. Effortið er líklega of lítið, það er of lítið sem að er lagt í verkefnin vegna þess að kannski er stjórnvöldum, bæði ríki og sveitarfélögum ekki kannski ljós hvað vandinn er mikill, hvað það er stórt átak í þessu. Kannski vegna þess að við náum ekki að tala þetta, vegna þess að borgaryfirvöld fara og tala það sem þau eru að gera á meðan að gagnrýnendur eru að tala það sem er að. Þannig að ég er að velta fyrir hvort við getum náð svona einhvern veginn utan það. Er þetta staða sem er þannig að við ættum að líta á þetta er bara eitt af stórum málunum. Að við verðum að gera eitthvað upp í Breiðholti til þess að þarna byggist upp samfélag, en þess að við sjáum alveg merkið þess að þarna getur verið byggt upp gott samfélag og það segir fólk sem að býra þarna upp frá. Að það er samheldni meðal íbúanna og þannig að samfélagið á svona persónulegum grunni, það er ekki vandamálið. Það er ekki þannig að það séu svona endalausar erjur út allt á milli hópa, það er ekki vandamálið. Vandamálið er það að þarna kemur fólk. Það er gríðarlegt vandamál með íslensku kunnáttu, það er vandamál inn í leikskólanum með íslensku kunnáttu, það sem eru kannski bara eins og var tekið dæmi hér af í gær, en Eðvarð Hilmarsson tók dæmi af þegar hans dóttir var í leikskólanum, að þá voru 3 af 18 sem að voru með það sem íslenska var töluð á heimilinu. 3 af 18 í hópnum. Hann hefur sjálfur verið að kenna, hann er að kenna líffræði og hann veit að það eru þarna 6 krakkar þarna sem skilja ekkert hvað hann segja. Og þau eru þarna inni, foreldrar þeirra borga skatta, þau eru rétt á, það er skólaskylda og þau eru rétt á námi, en þau bara er ekki að fá það. Kennarinn hann reynir sitt besta, sömuleyti er vanbúnaður kerfisins á að veita þessu krökkum þess að þjónustu lendar á honum, þannig hann er að svíkja börnin sín. Veldur gríðarlegur svona bara það er álag á kennurónum, upplifa þau fá ekki stuðning. Eðvarð lýsti því að hann hefði þurft að búa til sín eigin námsgögn. Þannig ég er að velta fyrir mér að því ég heyri svona bara sögur hér og þar. Hvernig myndir þú lýsa stöðunni? Hvað eru við svona nálægt yfir að þetta er alltaf undir kontról? Við höldum bara áfram að vinna með það sem við höfum og eftir 7 ár verður þetta briljant, verður við þar? Ég skal reyna að fara ekki í það að telja upp allt það sem er að gera. Ég skil alveg hvað það fara. Ég ætla strax að svara spurningunni sem þú komst með, er þetta eitt af stóru málunum í dag? Þá er algjörlega svarið já. Á allan hátt er þetta eitt af stærstu málum sem þjóðin er að horfast augu við, öll þjóðin, ekki bara borgin. Og bara, og það er kannski við komið fram hérna áður, en það er 5% meiri atvinnuþátttaka hjá innflytjendum heldur en íslenskum sem eru upprunna Íslendingar. Við erum með alveg gríðarlega mikla möguleika þarna ef að við höldum rétt á spöðunum. En þá þarf fólk að fá þann stuðning sem það þarf
til þess að koma hér inn og setjast almennilega að. Og þó það sé verið að gera heilmikið í þá átt, þá þarf að bæta í það. Og þetta sko verkefni sem þarf að virkilega vanda til. Ég hef verið með ráðgjaf erlendis frá það sem við höfum verið að skoða þessi mál. Við erum löngu sko búin að átta okkur á því að Íslendingar eru ykkur 10-20 árum og eftir þessar þróun, en hún að gerast mjög hratt hérna. Og þá skiptir máli hvernig við náum því að forðast það sem svo mikið kallað þetta skautun eða eitthvað polarization, svona það sem að fólk upplifir svona mikil átök og jafnvel að þess ekki hlustað á sig, að það fá ekki tilveru hérna, en það sé nógu gott til þess að vinna hinn og þessi störf sko. Sem engin vand að komast þessar niðurstöðu. Ef horfum við bara yfir sviðið. Já. Þetta fólk sem vinnur á lágum launum, börnir að koma í skóla og það skólinn aðlaga sig ekki af sko þörfum þeirra, því að raunverulega ekkert að biðja merkilegri hlut, þetta eru bara ramp, eins og ef þú var í hjólastól, þau eru bara að biðja eitthvað svona ramp inn í skólakerfið að því það ekki tölu íslenska heima mér. Þetta ekki merkilegri hlutir sem fólk að biðja það ekki biðja að samfélagi fara að tala sko önnur tungumál eða breytist, þetta eru bara tildulega ómerkilegri hlutir sem fólk að biðja og það þannig að þau fái þann stuðning sem þau þurfa og börnin þar með og hættan svo að ef við gerum ekki eitthvað sem að dugar í dag eða sem best og þá hættan að önnur þriðja kynslóð verði frústrir, eðlilega, pirruð og þá fari svona hlutirnir svolítið úr skorðum eins og við séð gerast annar staðar. Það sem vel hefur tekist vel til í samfélögum og það náttúrulega fjölmörg, það lítið tala oft þau í fréttum, að þar hefur tekist að skapa þessa grunna inngildingu, þess að fólk tala saman, tengist, þessi nágrannar eru í góðu samlyndi og fólk upplifir sig njóta sinna verðleika samfélagina sér hlustað á það. Og þannig að þetta eftir því og þá grunnurinn auðvitað í umhverfi barna, þú veist, það sem að leikskóla, grunnskólar, félagsmiðstöðir eru, félagslega kerfi það líka að þróast með. En þetta eru við svona orðið mjög meðvituð allan í kringum mig og þetta eru þetta stór áskorun, þetta ekkert einfalt mál og það bara, allar hendur og dekk í þessu máli. Fyrsta skrefið alltaf náttúrulega rétt greining á ástandinu. Og það einhver leyti eigum við í erfiðleikum hana, út af svona, þetta jarðsprengju fólk sem að ég veit ekki hvort það sé raunhæft. Allavega, þú geti sagt eitthvað hérna sem að einhverjir myndu nota einhvern veginn, sem endanlega sönnum fyrir því að við getum ekki tekið við fleiri innflytjendum. Þú þekkir það, en á sama tíma getum við ekki reikið þetta samfélag án innflytjenda sko. Nei, það vita allir. Nei, ég segi að umræðin svo viðkvæm að við náum stundum ekki að ræða hver staðan er. Já. Af því að þeir sem að vilja ræða hver staðan er, sem að segja það, að þeir vilja draga fram að maðurinn sem framdi þetta afbrot hafi verið hælisleitandi. Það er það sem að þeir vilja fá í umræðina. Men þeir hafa engan áhuga á því að greina hver staðan er, til dæmis í samfélagi í Efra-Breiðholti. Og hvað samfélagi þarf á að halda til þess að það verði öflugt og gott samfélag. En sko, nú hafa félagsfræðingar og fleiri aðilar greint að mínu mati ágætlega stöðu, svona ýmsum sjónarhornum. Út frá félagsfræðilegri stöðu, það talaði lágtekjur hlutfall í hverfu núna nýri skýrslu sem Kolbeinn gefur út, félagsrætt landslag á höfuðborgarsvæðinu eða svona víðari skilningi. Það eru fleiri fræðimenn sem eru að fjalla þetta, en þetta kannski byrjunin á þessari vegferð að fá miklu meira af rannsóknum og gögnum innflytjendur og ég tel að það þurfa að skoða miklu betur, það er skoðanir, það er viðhorf, það er langanir sem fólk hefur, því það er ekki að takast í dag í núverandi umhverfi sem við erum með. Ég sé allan ekki í þessari núna umræðu hrinu Breiðholtið, mikið talað innflytjendur. Ég fór og var að skoða það og ég bara fyrir í hverfisráðið og það hljóta að vera fullt af innflytjendum og í stjórn Leiknis og í safnaðar ég finn enga innflytjendur þar. Það er góð spurning, af hverju er það ekki? Ég segi það, þess vegna ákvað ég ætla að taka í tring á Íslendingunum
og kannski talaði við Kolbeinn og eitthvað fleira og svo mun ég náttúrulega finna innflytjendunar, það bara verður í einum hringnum, ég ætla að vera að ræða Breiðholti núna í næstu vikunar. En þú ert að rekast á sömu, svona, það er sömu áskorun og við höfum rekist á, að finna viðmælendur, finna hvernig við finnum þetta samtal. Það höfum við fundið í gegnum menningarsendirana sem eru núna að telja fulltrúar 16 ólíka mál og menningarhópar sem eru mjög virkur hópur og hjálpa okkur að miðla þessu samtali upplýsingum inn í þessa bakhópa. Þetta eru mjög stórir hópar og erum að reyna að tengjast samfélagum, eins og pólska samfélaginu. Bókasafnið þeirra er komið inn í þessa fjölskyldumiðstöð sem ég myndist á áðan. Þar sem að að við erum búin að breyta þeirri stofnun eða þeim stað í stað sem er líka þeirra. Og þetta er áskorun. Sko líka að fara bara á pólskar myndir í Bíóparadís, þá mætir í samfélagið, pólska samfélagið. Jú, það er hægt að finna fólk þar. Þú skilur að þetta er sama áskorun og fjölmiðla kannski lendi í og við erum að lendi í sem störfum með fólki til að fá þeirra input og þeirra samstarfin í þjónustuna. Og þetta er, held ég, liður í þessari þróun að finna út úr þessu. Við getum stytt okkur leiðir í þessu og eigum að gera það með þekkingu annar stað frá, forðast slæmudæmin og sæki þessi jákvæðu og ég tel að við séum að gera það hluta. Ég held að ég get alveg tekið undir það sjónarmið að yfirvöld þurfa að sýna þessu miklu meiri athygli og taka miklu meiri festu á því hvað við gerum við svona stóran hóp af íbúum sem er að bara þeim fjölgar. Þetta er mjög fjölbreyttur hópur, hann er ekki bara fjölbreyttur í þjóðöfnum og málhópum, þetta er lagskiptur hópur, bara innan pólska samfélagsins eða hvað sem það er sko. Þannig að þetta er margflókið mál og þarf virkilega að vinna þetta af skynsemi og við höfum mjög margt, það er ekki það sem ég var að reyna að segja hérna áðan á þess að fara að telja upp öll verkefnin, að það er verið að gera margt mjög jákvætt sem skilar árangri. Og það er þetta byggja hluta til á því að við þurfum líka að finna nýja leiðir í samstarfi fólkið. Og gera með meiri afli og ekki þetta. Því það er mikill ávinningur á því að eitt af dæmanum sem að hann Eðvarð tók var af dóttur sinni þegar hún útskrifaðist úr framhaldsskóla. Þá var hún ein af þeim sem hópnum sem útskrifaðist úr hennar bekk í grunnskóla sem var að klára framhaldsskóla. Þannig að afföllin eru alveg gríðarleg. Ef við lítum svo á að framhaldsskóla menntun sé eftir svona verð og það sé betra fyrir okkur sem samfélag að því fleiri sem að gera það, þá er náttúrulega hryllileg ástand ef að einn úr bekknum klára framhaldsskóla. En sko núna er ný grænbók, hún er gefin út núna fyrir áramót, innflytjendamál sem á leiða svo til stefnu og þar er verið að fjalla með alls þetta eins og brotthvarfið og fleira. Þessum áskorun sem við erum að horfast í augu við. Og brotthvarf úr skólakerfinu er náttúrulega mjög alvarlegt mál. Því að ef að þú fellur út úr skóla, hefur jafnvel ekki vinnu, sko, þá ert ekki tengdur inn í neinn svona formleg apparat sem að halda utanum við að tengja þig áfram. Og hluta til er þetta líka spurninginu hvernig þú tengist bara inn í netverk samfélagsins. Hvernig, þú veist, þegar ef ég missi vinnuna, fer ég inn í sund og hitti ég kannski félagið minn sem ég kalla yfir í sturtuklefan. Og svo rappuðum við saman í heita pottunum áður en ég veit af hverju komið vinnu. Þessi tengsl eru kannski ekki til staðar og stórfjölskyldu tengslin allt sem við búum að. Þannig að þetta er, og það er fjallað þetta held ég hjá yfirvöldum, en það spurning hvað svo verður gert við það. Þannig að menn eru held ég að verða meira og meira meðvitaður, en svo þarf að taka ákvörðun og bara fjárfest í þessu. Þetta er bara eins og með alla breytingar sem var orðið í okkar samfélagi, það þarf að fjárfesta þá í þeim breytingum. Það er náttúrulega að gera eitthvað, sko, því að nú er komið grænbók og svo komið hvítbók og svo kemur glærusýning og allt það. Við þekkjum þetta af til dæmis umfjöllun fátækt. Að það er alla þessa öld hafa nýjar og nýjar ríkisstjórnir kallað eftir einhverju skýrslu fátækt. Eins og að þeir sem að sitja við borðið einfallega bara eins og þeir séu að vonast til þess að það komi í ljós að þetta hafi bara verið misskilningur. Það sé ekki fátækt þetta. Þannig að það er alltaf verið að gera nýjar og nýjar rannsóknir sem eiga að draga það fram hver staðan er. En það gerir síðan ekkert. Svo kemur næsta ríkisstjórn og hún óskar eftir nýrri en þeir sem að vinna kannski á með verkefnunum, líklega þú og fleiri,
Ég meina þið vita alveg að það er fátækt og okkur fyrir við ekki bara að vinna í því bara strax og fyrir að gera eitthvað. Þannig að það er stundum verið svo klofni að við erum alltaf hérna á einhverjum svona hvítbóka glærusýninga hérna level að hérna vera einhvern veginn eins og við séum, þá erum við raunverulega ekkert að gera annað en að tala við fólk sem er eiginlega klofið frá samfélagi sínu, þekkir enga sem er fátækur, þekkir fáa innflytjendur og við erum alltaf að búa til einhverja bækur og rannsóknir til að sýna þeim hvernig heimur raunverulega en af hverju erum við ekki kannski bara að flytja þá fyrir eitthvað völdin af þeim sem eru bara í þessum samfélagum, sem eru fátækir, sem eru innflytjendur. Sem er að vinna með þeim. Það fyrir ótrúlega orka í því að láta fólki sem ávar að stjórna landinu hafa einhvert jarðsamband, sko. En það er kannski, svo ég heyri þegar verið að tala, sko, að það er mikil orka að lögði greiningar og mikið fjallað hlutin en hugsalega kannski vantar þá þennan framkvæmda þátt og þá út frá kannski því hvernig fólk vil hafa það, hvernig það vil nálgast þjónustuna. Við höfum bara fundið þetta til dæmis í þessu frístundaverkefni sem við höfum verið að keyra í nokkuð langa tímanna, frístundi barna í Breiðholti. Að þá heyrum við alveg á fólki að það hefur ólíkar skoðanir á því eða ólíkan vilja í sínu uppeldisnálgun hvernig þetta eigi að vera með íþróttaþáttöku barna og þess háttar. Og þar þurfum við að reyna að vera menninganæm. Við þurfum að skilja að fólk kemur á ólíku stöðum. Sumi vilja hafa meira áherslu á fjölskyldu svona þáttinn. Íslendingar hafa alveg við það að það sé nánast bara mantra öll börn eigi að vera í íþróttum og frístundum og verja tíma með foreldrum og þess áttar, þetta er svona ákveðin forvarnar skilaboð sem hafa dugað okkur ágætlega. En það eru kannski breytt viðhorf að koma inn í landið með innflytjendum sem við þurfum bara eitthvað með að skilja og skoða með þeim. Eitt dæmi getur verið það að það er innflytjenda fjölskylda sem er að reyna að koma til þessu fótunum í nýju landi og foreldrarnir eru í 2 vinnum báðir, það er 4 vinnum, 4 fyrirvinnur, eldri börnin að þau fara í skólan og þegar þau koma heima þá sinnaðu yngri börnunum, hjálpaðu mig gennum námið og stuðið þeim vegna þess að þau eru kannski betur til þess fallin að hjálpa mikið námið þegar þau eru betur tök á íslenskunni heldur að foreldrarnir og þar hundur göttunum. Þannig erum við komið með bara svona einingu sem er bara að berjast fyrir því að koma til fótunum og það er erfitt að tróða einhverju íþróttastarfi þarna inn. Akkurat þetta er bara praktist ómögulegt. En svo lýsir þessu þarna og ég held að svo að lýsa þessu dæmi og ef ég fer aftur í fortíðina sko, frá því ég var allast upp í í mínu umhverfi og ég held að þetta hafi verið þannig að fólk var að koma til þessu fótunum. Þetta var líka foreldrar mínu unnu 2 kannski vinnur. Þetta var líka í mín kynslóð upplifið þetta. Þannig að það var kannski minni tími fyrir þetta. Þannig að þarna er eitthvað kannski kynslóðamunur sem birtist í ólíku mun af fólki sem að kemur inn í land, inn í samfélag og þarf að bara hreinlega að skapa sér sína tilveru. Þannig að við erum ólíku stað, kannski hvað þetta varðar í svona tíma samíkinu. Og það þarf líka þá að skilja það og styðja fólk að þau forsendur sem þarf stuðning á. En þetta er, það sem ég er bara að reyna að segja er að það sem við erum búin að uppgöta í þessu ferðarlagi okkar þarna er að þetta er hugsanlega miklu flóknara en við áttuðum okkur á upphafi að veita þjónustu sem henta hverjum einu. Það sem ég byrjaði að tala að verði greiningin og svo fór ég að andmæla þannig grænubókunum og svona. Það sem ég átti við þá væri svona, bara í almennri umræðu væri svona greining á því hver staðan væri. Þannig að fólk væri að tala sömu hlutina. Og sömu hluti finnst mér hún svo vandþroskuð að það eru tillögur það að vandamáli séu þá bara innflytjendurnir, ekki svo þjónusta sem þeir veita. Sem er þá líklega það að annarkvæmt verður þeir bara fara eða þeir eru bara að borga skatta og ekki fá neina þjónustu fyrir þá skatta. Við höfum bara að misnota þennan hóp. Að þetta er svona sjónarmið sem að raunverulega bara veður upp í umræðinni og bara kemur bara fljótlega til tals. Já. Ég heyri það að það blossar stundum upp hreinlega bara rasismi og fordómar sem eru held ég bara og við hljótum átt okkur því mjög meiðandi fyrir fólk sem að gera sitt besta og taka þátt í því með okkur hinum Íslendingunum því fólk sem flytjingar eru orðnir Íslendingar og börn þeirra líka og þetta er einhvern veginn umræða sem við þurfum að vara okkur á því að vera að kalla okkur okkur og þau og þið og við þetta eru bara börnin okkar í heild sinni sko.
og gerðar óeðlilegar kröfur til fólks að þau eigi að skila barninu svona fulltalandi á íslensku í skólan í 5 ára eða 6 ára á þess að sé töluð íslenska á heimilinu. Þetta bara, það ekki hægt að standa undir þessu. Skólinn hlýtur að þurfa aðlaga sig að því að fólk talar ekki allt íslensku og það er líka að taka ákvörður það að hvað á millimálið að vera. Ef við ætlum að hafa íslenskuna sem millimál að þá verðum við að gera stór átak í íslensku kennslu á öllum kynslóðum því að annars getum við dinglað í ástandi þar sem að íslenskan gæti verið millimáli eða enskan og það er kannski Pólveri að tala við tælendinga á ensku á Íslandi. Ég held að þau ekkert að óska til því. Ég held að þau myndu gjarna vilja bara tala íslensku saman. Ég meina, í þessum hópi, svo ég vísi það hjá menningarsendurunum, þar er alveg skýr bara löngun hjá öllum sem eru flesti foreldrar að börni þeirra læri íslensku. Það er máli sem að við stefnum all að. En þetta má ekki vera einmitt í svona skautaðri umræðu að annarkvort eða það verður að vera hægt að komast áfram í þessar umræðu og mér finnst bara áhugavert þegar að hérna blossaði upp umræði kringum sveitarstjórnarna Viki Mýrdal og mér finnst mjög áhugaverðar hlutir sem eru í gangi þar. Það sem er búið að skipa fasta nefnd hjá sveitarfélaginu og það er tölu enska og það var gagnrýnt í opinberri umræðu sem að ég átta mig ekki alveg á hvernig fólk vill þá sjá hlutina þróast áfram ef að það á að gera þá skýlus og kröfu að þessi bara töluð íslenska inn í slíkri nefnd. Það eru mikla líkur á því fólk bara hreinlega mæti ekki á fundi. Það þarf að vera einhver grundvöllur svo mjögum okkur áfram í þessa átt. Það er alveg skýrt markmið og ég hef ekki ennþá hitt neitt í þessum hópi innflytjanda sem vill ekki stefni þá átt. Fólk vill verða hluta samfélaginu, vill læra íslensku, en þetta tekur tíma. Og það kannski gleymist í þessar breytingar sem við erum að fara í gegnum, þær gerast ekkert bara kynslóð, þetta tekur tíma. Já. Og á millitímanum að þá þarf að vera mikil túlkun í gangi. Það held ég að þurfa að vera í öllum fundum þurft að vera þýtt yfir fram og tilbaka á tungumálum til þess að allir hafi sömu aðstöðu og þetta er bara tiltölulega lítill kostnaður miðað við ávinningin ef allur hópurinn upplifir að hann tilheyrir þessu samfélagi. Ég meina stór liður hjá mér í bókhaldi eða kostnaði er túlkaþjónusta. Það er mikil túlkaþjónusta við það. Og hérna svo er það hinn hlutin á þessu og það er sem ég pæli í bara sem stjórnandi og sá sem ræðið fólki vinnum hvernig endurspeglar starfsemin og starfsfólki það samfélag sem það starfar í. Og hérna það er líka önnur pæling hvaða tungumál talar það fólk sem að hérna eru utlandsfagmenn, eru að vinna kennarar og fleiri og hvaða reynslu heim færi fólk með sér inn í sitt faglega starf. Því þetta skiptir máli og við vitum að það sem vel hefur tekist til, þar hefur verið svona aukið eða herra hlutar fólks með annan bakgrunn en þarlenda bakgrunn sem kemur inn og þetta líka mál og þetta er hluti af stefnu sem dæmi velferðarsviðs hjá Reykjavíkurborg að fjölga fagfólki með svona annan bakgrunn. En það ekki til mikið af því, Nei, ég veit það. Hún til túlkana, þetta getur verið bara vandamála því það bara er uppselt, Það er bara erfitt að fá túlk. Og við höfum lækkað kröfur íslensku kunnáttu. Þetta komið í atvinnuauglýsingar. Þannig við lýsum bara eftir góðu fagfólki með fjölbreyttan bakgrunn. Það er bara þannig sem við auglýsum. Og almennt erum við bara óska eftir landsliðun þarna uppi til starfa. Við viljum bara fá gott fólk og þetta mjög áhugavert umhverfi sem við erum að starfa þarna í og þetta mjög áhugavert og skemmtilegt hverfi Breiðholtið. Ég hef sagt það hérna að því að nú eru forsetaframbjóðendur að vera að fara á Strandir eða upp í Borgarnes eða á Suðurlandið. Ég hef hvort að við fara bara upp í Breiðholt. Það eiginlega svona eitt sérstæðasta samfélagið á Íslandi. Alveg rétt. Herðu, Óskar, takk fyrir að koma hingað. Hjálpa okkur að halda áfram umræðinu Breiðholt. Sem við munum halda áfram, við munum fá fleiri gesti hingað til þess að ræða Breiðholt því eins og Óskar sagði, þá þetta eitt af stóru málunum. En við ætlum að snúa okkur núna að öðru máli. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda.
Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þess að frammi, þá við sögðum þetta að vera ársátt í samstöðan, það ekki alveg rétt, sko. Við erum bara, það að taka myndir af fólki og við komum saman til þess og við köllum þetta ársáttið, við fengum köku, en og þetta, ég sagði að væri svona eldurspartí og það var ástæðan fyrir því að það var svo mikið að gera að ég einhvern veginn náði ekki að gera þátt og þetta svo frjálslegt á samstöðunni að við höfum ákveðið að kalla þennan dagskrálið eldurspartí árshátíðar samstöðurinnar og það fólk sem var hann frammi Oddný Eir Ævarsdóttir sem með þátt á samstöðunni. Það ekki? Jú. Oft bara mjög oft. Mjög oft með þátt. Einstakasinnum fellir niður vegna veikinda en annars bara virkilega vikulega. Já. Og svo Ásgeir Brynjar Torfason sem ekki með þátt til það. Það veitir akkur hann hérna? Það Törta. Hann ljósmyndari. Nei. Hann fyrsti viðmælandi í samstöðunum. Já. Og sá gestur sem ofta skólið. Já. Og kemur samt ekki nóg oft. Þess vegna baði ég hann að koma hingað því að með datti í huga við myndum ræða samstöðuna og svona. Að ég með mann sem tekið þátt í þessu svo byrjun. Ég væri með þátt hann var bara gestur hérna fyrir stuttu síðan. Já. Og ég væri með þátt ef ég væri ekki bara ritstjóri á öðrum fjölmiðli. Sko. Já, þá væri við hérna með viðskiptaþátt. Við ætlum að vera með þátt fyrst. Já. Og við ætlum líka að vera með þátt. Þetta er alveg. Og svo Sigurjón Magnús Egilsson, yngsti starfsmaður samstöðunar, nýjasti fyrir ekki. Er það? Nei, ekki alveg, jú, gæti verið. Já. Þú byrjaðir hérna í haust. Já, síðastið sumar með þér hérna. Já, síðastið sumar. Við vorum sumarprogram. Já, við vorum með sumarprogram. Já, það byrjaði þannig. Engin gestir bara við, það viti því, sko. Já, það var hérna. Það var ekki tölunin vitleysa, sko. Það var svona, við kallum þetta sumarlestbylgjurnar. Það stöndu þegar við erum fátæk og fólk þarf að fara í frí og svona það eru að búa eitthvað til sem svona bara eitthvað, afsökum fyrir eitthvað. Og við vorum þannig síðastið sumars. Voruð þið alltaf? Nei, einu sinni í viku. Já. Fórum í gegnum stjórnarkreppu, þar sem alltaf var að spá að þessi stjórn myndi falla. En við vorum mjög fljótir á því að komast að því að hún væri ekki að falla, sko. Já. Og svo Magga Stína sem hérna okkar Bóhall. Ég alltaf að finna tenginguna með það, sko, síðan þú sagðir þetta. Af því hann röddstöðar 2, sko. Já. Ég var einhvern veginn, sko, alveg komin í annað veistu hver ég var og einhvern veginn að finna eitthvað út með þetta. Herðu, en svo kemur hérna fleira fólk hérna eftir. Þannig að mér datt í huga að við myndum hérna, ég veit það ekki. Þú ert vel undirbúin ég. Já. Ekki efnahagsmál alltaf. Nei. Fjölmiðla. Já. Samstöðin var til. Þetta hérna, þessi fyrsta útsetting sem hún var, ég flettið upp hérna, hann var 18. mars 2020 þegar það var hérna lockdown eða þú veist það var ekki alveg komið, það var að koma. Og ég man að hérna við vorum svona bara undirbúið þetta og þá varst þú nýlendur eitthvað staðar komið frá Evrópu og þú komst með svona sóttkvíða inn í herbyggið sem að þú varst með meiri sóttkvíða heldur en hafði komið þar áður og eiginlega, komst eiginlega með COVID með þér eins og sett ykkur væri. Þetta var einhverjum kallara í gamla Vesturbænum? Já, þetta var ekki kallara. Nei. Þetta var í liststúdíói sem málari, hann hérna Bogi Reynisson sem að því miður að taka upp einhverja hryllingsmynd upp á Langjökli sem hljóðmaður. Þetta var nágranni hans sem að lána okkur hérna stúdíóið sitt. Ég tók viðtal við Sönnu þar. Já, þar byrjuðu við. Já. Og ég oft uppásmaður mikill að hluta, sko. Já, og hann átti okkur að græju sem var einhvern veginn svona stór og svo var ég með símann minn og þannig byrjaði einhvern veginn á Zoom-i.
Þetta gríðarlega fortíð og þetta er 1920 Rúm 4 ár síðan. Þetta var 1925. Andspyrnurhreyfingin. Já, 2020. Já, það er betra. Ég trúi því frekar, heldur en 1900. Það eru það samt komin 4 ár, já. En það sem skiptir máli, að því að sumi hluti verða bara til fyrir tilhörinu. Það sem skiptir máli í þessu að þarna var heimsfaraldur að koma og eitthvað svona rosalegt óvissu ástand. Það var svona það sem enginn vissi raunverulega hvað var að gerast. Og þannig að þá gat maður verið með samtal við fólk, það sem enginn vissi neitt. Og af því að það var eiginlega ekkert í boði og var allir læstir inni, að þá gátum við bara sittið og talað eins og við vildum. Og svona sömuleyti var kannski svona í bakhöfðinu að ef þú varst bara lokaður inni einhver staðar, hittir engan, þá gastu kannski kveikt á þetta svo lustu á fólk tala. Og það er eiginlega formið sem við búin að vera að segja. Og þarna var ég ennþá í fjármálaráði og ég var mjög passasamur með að tala ekki við fjölmiðla, ég var meira að hjálpa fjölmiðla fólki að skilja það sem við skrifuðum hagfræðitorfi, en svo voru bara fjármálaráð heil út allan heim, af því að þannig fóru ríkisfjármálun alveg bara opnuðist allar kistur ríkisfjármálana og fjármálaráðin víðum heim fóru í að opna Twitter-account og bara að miðla upplýsingum miklu meir en þau höfðu nokkuð tíma gert. Þannig ég bara svona flaut svolítið á því, bara ekki leyfi en bara kom alltaf þegar þú kallaðir og var eiginlega bara að hugsa upphátt með spurningunum þínu hvað var að gerast og Mjög fljóta átt okkur á því að Ásgeir Brynjar fylgdist betur með heldur en okkur annar. Þannig að við fengum hann og gátum fengið inn, bara beint inn í þættina, það sem að verið að breytast í bara efnahagsstjórn og rekstri ríkissjóða út allan heim og fleira. En hann var í fjármálaráði, hann mátti aldrei tala Ísland. En ef ykkur hefur áhuga á þessu, þá getur að spila öll þessi viðtöl og raunverulega erum við alltaf að tala Ísland. En hann mátti bara... Þú að tala Ísland og ég að tala útlönd. Ég spurði hann eitthvað Ísland og þá nefndi hann eitthvað sem var í Þýskalandi. Akkurat. Sem væri það sambarlegt. Mjög sambarlegt. Já, sem er alltaf spegill bara. Þetta er kunsutt. Þetta er alltaf bara spegill. Hér sitjum við í dag. Það er síðan langt lið og ssamstöðin er orðin bara stofnun í samfélaginu. Já. Ekki stofnun. Hvað heitir það? Hluti af fjórðavaldinu. Já, ég vill ekki tala fjórðavaldinu. Ég er bara með blaðamennsku 40 ár. Sá fjölmiðlamaður sem heldur hann sé valdsmaður, það er vonlaust dæmi. Já, nei, ég var það ritstjóri bara í fyrra haust. Nei, ég segi þetta er ekki vald. En fjölmiðlar er ekki vald. Punkturinn sá, ég held að á þessum 4 árum hefur vægi fjölmiðla einhvern veginn svona endur upprisið. Vegna umbreytingarna vegna þess hvað eru lélegir og þá hefur komið ljós hvað við þurfum mikið að halda. Takk fyrir að segja þessu vegna þess. En þess að þeir eru bara, ég meina þetta er náttúrulega bara fyrir utan held í þessa stöð og kannski svona ég meina það eru svona þreifingar svona á einhverjum blöðum svo heimildinni og einhverju svona sem bara stuði þessa dagana, finnst mér. Nei, já, og bara ég verið að segja, bara... Hún er í stuði þess að dagana, finnst þú það ekki? Jú, bara... Nei, er hún í stuði? Já, minnst hún verið meiri stuði núna. Já, heldur hún hefur verið, það er alveg rétt. Það var fyrstu forseta verið hann þar á föstudaginn og serverinn bara hálfhrundið á svo mikið álag og áhorf. Já, og þetta er náttúrulega bara, einmitt, það er aldrei þarft, Ég held að þessi komið meiri lestur á heimildinu heldur en Morgunblaðið. Sem ætti ekki að vera að tala fjölmiðl held ég það er svona áróðsmiðl. Er það? Þú vissum það? Þú vissum þetta? Hátíð, nei ég er ekki viss, en svona hátíð álíka. Prentútgána? Já, ekki netútgána, það getur ekki verið. Nei. Við ykkur fjölmiðl, er það ekki dálítið alvarlegt mál að það skuli ekki vera fleiri prentaðir fjölmiðlar? Er það ekki rosalega alvarlegt mál? Ég veit að ég er hættur að lesa prentmiðla Já, þannig að það er breytt í boði. Það er fallegasta hljóð sem ég vissi var hljóðið í prentvél sem var að fara í gang. Besta lyktin var inn í prentvél. Ótrúlega góð. En svo bara vandist ég þess og ég bara... Ég fann að lesa Financial Times síðurnar á vefnum aftur. Af því að ég hef búin að nota appið mjög lengi og það algoritmin hjá þeim er náttúrulega búin að læra hvað ég hef áhuga á og færir með fréttirnar sem ég vil lesa, en nú er ég farin að ná í heilu síðurnar til að sjá einhverjar fréttir
sko, sem algoritmin ekki að láta mig fá og þá sér maður aðeins þetta, þú veist, þetta ákveðið form blað síðan snildar form og raðað upp og maður sér eitthvað svona meiri mynd já, samhengi líka það var kannski það sem var líka tóltið mikið áherslu á að reyna að setja svona hlutinu tóltið samhengi, ekki bara við, það sem var að gera í útlöndum heldur bara líka innbyrðis á Íslandi og mér fannst líka áhugavert að á sama tíma og menn voru kannski að keppast við að gera eitthvað sem að svona allir átt að öllum átt að líka að þá gáttu þið verið svona í hálfgerðum kima einmitt bara svona engum líkari já, sem ekki mörgum líkaði og kannski ekkit margir skildu og talandi eins og þú ert að lýsa líkuðu undir rós og svona þetta er ekki beinlinni svona markas eða hvað þetta er ekki markasvænt svona samkvæmt einhverjum líkindareikninga samkvæmt einhverjum líkindareikning en ég myndi segja bara mjög markasvænt sko því að það eru nú bara þetta hefur gríðarlega áhrif til dæmis bara nú þegar á aðra fjölmiðla já ég er að meina þá var alltaf verið að reikna út eitthvað svona eins og samþjöppun á því sem að allir svona hinn venjulegi lesandi eða hlustandi á að hafa áhuga á eða þolir hvað hann þolir af upplýsingum í einu hann þolir ekki þetta lága tíma og svona og svo er raunverulega bara svo erum við bara öðruvísi við einmitt ekki bara í sótkví heldur við bara einhvern veginn viljum bara lengri tíma og viljum kannski dvelja svolítið með pappírnum eða með einhverju samhengi og það er ekki það langt síðan að fjölmiðlar voru metnaðarfullir þannig að það er ekkit allir dánir sko sem voru þú veist þetta er ekki alveg það mikið rof eins og stundum þá bara er algjört rof og allt týnist þannig að það er nú svona það er alveg tölverð þekking samt í blaðamannageranum myndi ég halda sem að nýtist þegar svona eftirspurnin verður meiri Já, en hvað fær hún að njóta sín? Já, er hún ekki bara að byrja að fá að njóta sín núna smá saman? Kannski ég er Er ég komin alveg alltaf miklu bjart Nei, ég segi bara sko, eins og þess að við með að vald fjölmiðlar var ekki vald sko, ekki vera að nota þetta eftirspurn og markaðshyggju orðræðina Ég var að segja að fólk er ekki markað Nei, ég er nú líka að gera grín að því sko akkurat En pointið er frambóðið sem stöðin veitir sko, býr til eftirspurn ef maður vil nota það er ekki alltaf sko einhver eftirspurn sem þarf uppfylla. Nei, ég er nú að nota þessi orð vegna þess sérstaklega ég held að sko markasvæðingin hafi orðið og markastungumál hafi virkilega sko drepið svo margt niður að það var bara erfitt að held ég að gera eitthvað að viti að því það voru alltaf einhverjir svona markas postular sem að og ennþá auðvitað er það þannig sem að telja að það sé ekki gott Mesti munurinn er að blöð eru náttúrulega svona eins og broadcast það er þú dreifir ykkur einu blaði þú getur ekki búið til mörg blöð þannig að þú dreifir bara einu blaði þú getur að ná öllum og sama með útvarp bara ein útvarpsrás eða tvær eða sjónvarp þannig að þú ert að tala og þú ert með alla í salnum þú ert með börnin og gamla fólkið og alla og fólki sem upptekið og má ekki vera að því að hlusta á þig og þú ert að reyna að halda athyglinni þess vegna verður alltaf að vera svona stutt og eitthvað svona þegar neti kemur og fólk sækir sér efni með öðrum hætti með lands bara út af afspurs þú bendir mér á eitthvað sem er áhugavert og ég horfa á þetta ég kalli ekki alla fjölskylduna saman að horfa á þetta áhugaverða viðtal við Ásgeir Brynjar ég horfa það bara einn og þá allt í einu lengist í tímanum sem er þolið því að þeir sem koma inn í áhorfið eru búnir að samþykja að vilja horfa á þetta og þú þarft ekki að vera með efnaðsumræðum þá sem hafa engan áhuga efnaðsmála. Það er það sem að sko RÚV og félagar eru eins og þessi fastir í að reyna. Já, þeir eru svona bara sammála og verður oft mjög skringilegt út úr því sko. Sammála bara enga umfyllun eða vonda. Já, og svona eitt sem að minnst fyndast núna því að ég horfi stundum á 10 fréttir, ég veit ekki okkur. Þá kemur íþróttaþátturinn inn í 10 fréttir sem finnst ógeðslega fyndin. Það er eitthvað svona afturhelding og Stjarnan kepptu í kvennahandbolta og Stjarnan komst yfir og svo vann afturhelding og svo er bara næsti leikur og maður fær svona á eitthvað svona 1,5 mínútu fréttir af svona 7 leikjum eða eitthvað. Já. Og ég hef maður alltaf hugsað þú veist, hver er ykkur
einhver sem á þessu sem ekki búin að lesa þetta þeir sem hafa á þessu, þeir eru bara búin að sjá þetta á netinu þeir voru á vellinu sko eða sjá þetta á netinu þannig að stóru tíðindi en þannig erum við búin að sko samt að dekka þarna þessa, hvað er þetta, 1,5 mínúta? Eitthvað svo leiðis við erum búin að dekka þarna 1,5 mínútu og það er eiginlega en ekki fyrir neitt sko nei, en það er eiginlega sko það er pólisían sem reikin hjá RÚV núna það er sem sagt að vera með dagskrárgerð ekkert menn til að fylla kortir til þess að fylla tíma og það er ekkert og það er bara þú veist þannig að þú ert 10 bara alla leið 10 þættir á hverju ári þetta er eiginlega rannsóknarefni sko ef við kæmum hérna sem einhverju mannfræðingar utan úr geimnum að vera að skoða þetta hvað samskipti væru þá er allans 10 fréttir ríkisútvarpsins stórmerkilegt rannsóknarefni en eini kosturinn það er koma svona upprýfin úr fyrri fréttatímanum en maður mista hún svona ekki komið í verk að horfa á hann þá færi maður svona hann bara svona stuttan og fínan sko en það er allt í lagi því maður er náttúrulega alveg hættur að opna fyrir RÚV sko fréttir þannig að þetta eiginlega svona er ekki svolítið samt eftir eftirsóknarvert að þetta sé fjölskyldan eða einhver hópur sé saman að hlusta á eitthvað Ert þú Ævar að horfa á fréttina saman? Það er Gísli Marteinn, það er Gísli Marteinn og Eurovision. Jú, nei, ég er ekki að segja ég held að það sé samt einn þáttur af því sem er verið að reyna að halda allir streitu þrátt fyrir alla, ég held að það sé mjög jákvætt einmitt að brjóta þetta upp, að það sé ekki bara hlutverkið að vera einhver svona samnefnari fyrir alla í fjölskyldunni sem þetta brjóta það upp þannig að það er hægt að bara vera með þætti fyrir hvern og einn og svo leiðis þannig ætlaði ég að koma þarna finnst mér samstöðin nefnilega allt í einu hún er ekkit bara svona kannski fyrir þá sem að einhverja sérfræðinga eða bara því að það hefur samt tekist að fá hérna svo marga til viðtals að mér finnst að vera orðið dálítið, sko þetta er ekki svona bara einhverju kímar sem að koma í. Þetta er almenna spjall í samfélaginu. Já, ég meina það, mér finnst það svolítið svona magnað að fara úr svona þessu bara spjalli sem að á ekki endilega höfða til eins og svo svona smám saman byrjar það að höfða til fleiri. Ég nefndur Gísla Marteinn sem er tilraun til þess að halda öllu saman svolítið eins og þessi þáttur úr þýsku sjónvarpi eða ítölsku og ævintýralegir svona þættir þar sérstaklega ítalska saman það er svo fríkaðir þar sem er að reyna að hafa eitthvað svona augrandi samtöl og svo bara kemur geðvig dansatrið það er svo ykt sko og mér finnst það Gísli að fara meiri þá til Já, ekki dansa sjálfur samt Já, kannski bara að fá eitthvað góðan dansara sem myndi bresta í dans eða átt að halda en það sé ég að segja að því þátturinn að lúkkar svolítið eins og ídeal áhorfandi sé kannski svona 25 kannski Þannig ég fór að athuga hverjir eru að hlusta hana þátt sko. Ég held að séu sko 85% eru sko þeirri kynslóð sem börnin eru farin að heiman sko. Þannig að það er ekkert samingi á milli sko svona hvaða blæi reyna að búa til í þettinum og þeir sem eru raunverulega að horfa sko. Já, ég held að mér hefði nú mér dottið það í hug sko. Ég veit ekki hvort að mér finnst það svona get ekki myndið mér 25 ára gamalt fólk sko sem horfa á Gísla Marteinn. Er það ekki frekar einmitt svona? Kannski, það er í lagi. Það er í lagi að þeirra. Ef þú ert að hlusta á þetta var 25 ára og horfur á Gísla Marteinn, þá er það í lagi. Við erum ekki að fordæma þig. Já, nei, sko, hann er hetja dagsins í dag, sko. Og fá að spila þarna. Þetta er náttúrulega orðið vettfangur. Já, einmitt. Og þetta er náttúrulega eini vettfangur fyrir tónlistafólk og Gísli Marteinn, sko, má eiga nefnilega svo margt, skal ég segja ykkur. Að hann er svona sámaður sem að til dæmis, ég man nú ekki eftir að hafa fengið borgað í mörg herrans ár sko fyrir tónlistaflutning í RÚV nema hjá honum. Jáfnvel þó sé ekki mikið þá passar hann alltaf upp á það að það sé sko, það sé engin Óli Skans með það sko, að því það var tekið af sko hjá RÚV að borga tónlistamönnum fyrir tónlistaflutning. Sem er svínslegt. Já, það er viðbjóð sko. Það borgu líka viðmælendum hann er sko fyrsta skipti sem ég fór í vikunum skilningi sko þá honum Páli Heiðari þá fekk ég ávísun heim fyrir að mæta sem viðmælandi
ef það væri ennþá þá ætti samstöðin ekki efna að bjóða ykkur hérna. Þegar við getum ekki borgað. En hérna Gísli Martin í síðasta þætti, þá var hann í svona óraslítuðum íþróttaskóm við jakkafötin og svo voru hann að segja sko að þetta væri íslensk hönnun og vera sko, þetta var svona dulin auglýsing, mér finnst þetta alveg Þetta var hönnunamars, eða ekki? Já, en það var líka bara í fréttunum, það var líka, ég er búin að glemma hvað það var, en í fréttunum í gærheldi, hvort það voru bara 10 fréttirnar. Sem er áðan heitustu fréttirnar, ef ég er. Að þá sagði fréttakonan eitthvað sem svo og það var að tala um einhverja hátíð og nefndi fyrirtæki sem að kostaði hátíðina. Mér finnst það svona svolítið nýtt. Ekki beint. En það er annað líka, fyrir okkur sem erum að horfa á fótbolta, sko, hérna hvað heit, sko, Valsvöllurinn til dæmis, hann heitir ekki Valsvöllur, ég man ekki hann héti fyrir á, svo er hann komið nýtt nafn núna. Órigó-völlurinn. Nei, hann var það áður, já. Nú er komið eitthvað annað. Þetta er Paskó-Rasp-völlurinn eitthvað. Þetta er Paskó-Rasp-völlurinn. Nei, sko, svo eftir einhver ár, sko, það verið að skoða þetta tilbaka. Þá léku þau á Paskó-Rasp-völlinum. Og hvar var það aftur? Það var þarna rétt hjá Coca-Cola-völlinu. Paskó-Rasp. En það er hérna í Árbæi Vúrð. Ég veit ekki hvað það er eitthvað ég er að reyma eða eitthvað ég hef aldrei skilja þessu íþróttafrétta deild ríkisjónvarps það er mjög öflugt besta deild það sé sérstök deild en ekki menningu eða efnahagsmála nei, það hefur ekki náhuga og ég er svo lítið inn í þessu Gísla Martin líka en þú varst að minnast á ítalska sjónvarpið ég var einn frétt í bjóður upp á íþróttir Gísla Martin, en þú kýrst að taka ítalska sjónvarpið Já, af því að það var merkileg Þú hefur búið, þú ert að vinna á Ítalíu Já, ég var það svo skáriði niður í háskólanum og hætti að fá svona utan að koma til kennara en það var frétt bara núna nýlega þann að Ríkisútvarpið á Ítalíu birt ekki pistil eftir Antoni Scurati sem hérna, ég að lesa bók eftir hann Son of a Century, a novel sem Mussolini og bara mögnuð bók sko, og þetta er merkilegur höfundur selur allan heim og hann átti að vera með erindi eða pistil í Ríkisútvarpinu sem neitaði að birta Er hann í fangilsi? Var hann handtekinn? Nei, það er ekki komið þannig en sko en þú veist, síðan eru dómsmál í gangi á Spáni hérna reyna og sko þeir eru alveg ítrekað ítrekað að fara fyrir dómara hann ákvað nú í dag að halda áfram en tilkynnti fyrir helgi að hann ætlaði kannski að segja af sér því bara það eru miklu fleiri svona mál í gangi heldur en komið fréttunum bara þetta er aðferðlega aðtakara og svo var Varoufakis átt að vera meirind á palestínufundi í Berlín Jannis gríski fjármálaráðherra fyrrverandi og það var bannað og lögreglan kom inn á fundin þannig og ég meina honum var bara bannað að koma til Þýskaland það var bara og þetta er náttúrulega bara sko, þetta er að gerast í Evrópu núna og í fjölmjölum og ríkisfjölmjölum þú veist hérna ég er einhvern veginn meira þarna en í fótboltafréttum eða Gísla og ein ástæða fyrir því að sko og þú ferð aldrei að vita þetta í íslensku fjölmjölum aldrei sko en ein ástæða fyrir því að samstöðin er í útvarpi og sjónvarpi er bara að hafa egginn svona í fleiri körfum eða ég veit ekki hvernig að orða það að því að við náttúrulega lentum í sko rosalegri svona bara Facebook drap okkur niður á tímabili það dreifðist ekkert sem að við gerðum sko Já, það hefur verið tilkynnt, forvarnadeildin hefur tilkynnt. Já, það var kom eitt skipti og svo var bara lengi á eftir, maður sá það bara að þegar maður er fljótur að læra að sirka svona efni ætti að fá sirka svona, svo var allt í einu verða bara kannski svona 7% af því sem áður var. Þannig að það var allt í einu bara, kemur bara rísa hönd og kæfði okkur hérna á tímabili. Var hún blá? Þú var svona blá leit svona bláa höndin Nei en þetta er náttúrulega bara stórmerkilegt því nú hef ég sko nú er eiginlega svo komið fyrir mér einmitt á þessum ákveðna Facebook blaðsíðu sem ég kalla svo að það er eiginlega sko alveg sama hvað sem sagt mér er sent, það er allt svart
það búið að taka bara, því það bara búið að ákveða það, allt efni sem að ég hef áhuga á, sé sannlega terroristefni, þú veist, eða með svona ofbeldi eða aflimunum eða eitthvað svo leið, sko, að það bara blokkarað, sko. Og þetta alveg rosa merkileg og verið gaman fyrir einhvern einmitt mannfræðingin að stúdra þetta eða einhvern sem hefur áhuga á svona social media, sko. Það er ekki hægt að hafa samfélagsumræðu á þessum plattformi, sko. Nei, það sem einhverjir þrír kallar, einhverjir ríki kallar sem að stjórna hvað við erum að segja. Akkurat, sko. Það er svona dálítið erfitt, sko. Ég veit ekki hvað að kalla svona lýðræðisríki, sko. Þetta er ekki að fara út með kassa bara. Nei, og þegar ríkisfjölmiðlarnir eru líka farnir að stoppa efni, það var alveg fyrir mér svona. Ég var á fundi í Norræna húsinu, bara fyrir nokkrum dögum. Það sem að, til dæmis, sko, var svona pallborð, það var fundur alþjóðamál, hvert stefnum við í alþjóðamálum. Og það er svona pallborð, það sem að stjórnmálamenn fá svona eitthvað svona, þú veist, eitthvað tíma, og svo að vera fyrirspurnir og sal. Það sem fundastjóra á að stjórna. Svo farin hringur og það verið að tala bara, þú veist, hervæðingu eða hvers konar svona, eða varnamál kallaði þetta. Og svo segi fundastjóri, já, þið getið farið að undirbúa spurningar og sal, ég ætla að fara annan hring. Svo fer hann annan hring og þetta er svolítið skrítið því þetta tekur náttúrulega alltaf tíma fyrir fólk að vera svona með framsögu, sko, hvert og eitt málefni. Og svo þegar síðasti stjórnmálamæðurinn hefur lokið þessum hring 2, þá segir fundastjóri bara, ég ætla að halda tímarama, fundinum er lokið. Þá var mínum svolítið fói, verði ég að segja, að ég hafði nú bara margar spurningar svona, sem ég hefði viljað fá svör við, sko. En þetta er svona hluti af þessu, sko. Sigmundur Ernir Rúnarsson, mjög vanur fjölmiðlamæður. En Guðni var með mjög fína, ég var á þessum fundið morgunni, Guðni forseti var með mjög fína ræðu þar. Já, sko, en þetta er náttúrulega, þetta er algjörlega fatalt, sko, þú veist, að bjóða upp á svona hluti, sko, algjörlega fatalt. Nei, það verður að þakka niður á ýmsum sviðum. Þetta er líka eitt sem hefur breyst, það er aldrei blaðamannafundur, svo bara monólógur. Og svo sagt svo ætla ég að tala við blaðamenn hérna bakvið. Þetta er ekki blaðamennundur. Þetta er bara... Þetta er ekki blaðamennundur. Bara að fá sent fax. Já. Og þú veist, þetta verður svo lélegar upplýsingar út úr þessu. Af því að þetta getur tekið kannski sæmilegt viðtal, en það er miklu betra fyrir að hafa allar spurningarnar og sjónarmiðin sem að koma úr spurningum hinna með. En er ekki bara rökin, alltaf sé ekki hægt að rökstiða þetta til dæmis með að þetta sé af ástæðum. Öryggis ástæðum. Það er mikið skapur í fjölmiðlunum að láta þetta yfir sig ganga. En hvernig það? Ef bara neita þessu og ef bara lappa í burtu. Neita mæta frá fundi. Öryggis, hvernig þá getur... Ég meina af þú veist, bara að það sé að stafi hætta af fólki, almenningi bara sem að spyrja spurninga. Þetta er bara eins og er í Hvítahúsinu. Þar er fjölmiðlafulltrúin heldur blaðamannafundin í svona dag. Og það er bara spurningar úr sal og þannig kemur fram svona einhver heldurni mynd heldur en eða bara eitthvað sem að leggur fram. Hvaðan kemur þessi stíl? Þeir bara þú er ekki að fá, vil ekki fá umræðu. Þeir vilja stjórna umræðinu, þeir vilja ekki taka þátt í sko lífastofn. Ég er að segja það, er það ekki réttlegt þá væntanlega með því að það sé að það sé bara... Það er engin hætta. Það er engin hætta á ferð. Það er bara að segja að ég vil hafa þetta svona. Ég vil ekki mæta öðrum í debatt, ég vil alltaf mæta einn. Og svo bara hægt og bítandi þá bara kemst fólk upp með þetta og allt í henni eru sko viðfang fjölmiðlanna að byrja að stjórna frítunum. Við erum þar. Við erum þar sko núna. Já, við erum sko blaðamannafundir þar sem að þeir ekki talaði hvert fyrir sig sko og svo bara við svörum einhver spurningum og það er ekki blaðamannafundur, það er bara einhver tilkynningafundur. Já, það er mjög athyglisvert sko. Það sést að þetta var einu sinni í Hörpu sko, þá blaðamenn koma spenntir sko til að geta að fara að spyrja. Bara fóru þau. Bara því miður. Og allir skildu það því þau eru svo þreytt. Þú veist, þetta er bara rugl. Mér dettur nú bara í hug, sko, í þessu samhengi óbeint, að ég bauð mig framann í stjórn Landsbankans. Já.
það var aðalfundur á föstudaginn fyrir 10 dögum og þetta var svona lýðræðis bara aðgerð hjá mér að þegar frestuðu fundur og vildi bjóða upp á mig og ég vissi að Bankasýslan hafði ekki áhuga á mér en það var gert rosalega mikið til að svona, segja ekki frá því ég tók eftir að RÚV alveg svona var að forðaðist að byrta myndir af þessu og ekkert sagt frá þessu. Ég og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor sem var hérna í Laugardalsspjalli, vorum 2 svona fyrir utan listan og svo kom fundargerðin af fundinum, sko. Fyrst kom bara niðurstöðunar að það var kosið, en svo þegar fundargerðin kom, tók nú viku að bíða þrenni, hún kom bara núna á föstudaginn síðasta. Og þá var sko sagt frá því að við hefðum búið okkur fram og svona örstuðt máli hvað við sáðum, en ekki sagt sko niðurstaðan kosningunum. Ég fekk sko 14 atkvæði af 28 gildum atkvæðum, en það voru náttúrulega smáir hlutafar. Og þú veist, atkvæði Bankasýslunnar gildi náttúrulega, þú veist, margfald, trompaði, en þá var verið að fela það í fundargerðinu og þú veist, ekki það skipti mjög máli en þetta samt Nei, þetta svona bara fínt dæmi sko, ég meina, og í raun og veru búið líka við einhvern veginn svona veruleika þar sem að sko valdið getur bara sagt hvað sem það skiptir eiginlega engu máli hvað það segir og til að mynda á þessu fundi þá var hann Birgir Þórarinsson var sem sagt einn af þessu fólki sem að var að tala þarna mikilvægi varnarmála á Íslandi og og ég ætlaði að spyrja sko, þú veist, þessi orðan sem hann fór með þarna í október einhvern tíma þar sem hann talaði mikið áhuga maður bakarofna þar sem að hann bara lýsti því yfir fyrir land og þjóð í pontu á Alþingi að lítil börn hefði verið aflimuð sko hoggið að þeim höfuðið og þá sko það voru þannig sko lýsingar á einhverjum atburðum sem að bara þú veist sjokkurðu marga og náttúrulega sérstaklega Ingu Sæland sem að eiginlega féll bara saman í pontu á eftir honum. Hann hefur aldrei þurft að leiðrétta þessar lygar, þetta náttúrulega bara lygar og þvætningur frá upphafi. Þú veist, hann hefur aldrei þurft að svara fyrir þetta, í raun og veru ætti að reka manninn bara úr vinnu. Þú veist, ég menn þetta ekki eins og, þú veist, það er búið að afsanna alla þessar hluti. Hvar eru þá fjölmiðlar þarna að spyrja ekki einu sinni? Þeir hafa bara, maður spyr sig. Kannski, það eru þetta vítarhingur, af því að þeir hafa ekki lengur kannski, það er ekki blaðamannafundur. Það er ekki blaðamannafundur. Þannig að þeir veit ekki hvernig þeir eru að spyrja. Það er svona stemmingi á blaðamannum að við svona láta líti út eins og þingið okkar funkari og við svona láta eins og það sé allt í lagi. Já, kannski. Kannski er það. Það má eiginlega ekki það má eiginlega ekki ræða það hversu veik staðan er á mörgu sviðum. Hömrum á því hvað við búum miklu lýðræðisríki en lýðræði er löngu dautt sko, það er ekkert lýðræði hér. Þetta er svona meðvirkni. Við finnst miklu meira umræða þessar breytingar erlendis heldur en hér. Já. Miklu meiri. Það var sko þegar að Landsbankinn jarðaði SÍS tilkynntum andlátið þá var blaðamannafundur í Grindavík og ég fór þar á flera fólki, þá var blaðamannafundur og þeir eru eitthvað að segja Sverrir Hermannsson og hvað hér að segja, hann er Vísa líka Halldór, það kemur það til og þeir voru svona frá aðalgæjarnir frá bankanum og svo þeir að segja okkur eitthvað, ég segja svona fyrir ekki, ég að skilja ykkur rétt að spari fyrir Reykvíkinga séu notu til að lána í fyrirtæki út á landi. Þá sagði Halldór Guðbjarnason, þá sagði þá sagði Sverrir, svaraðu manninum og þá var það þannig sko að þá var það máli sko. Það var vissaldir að vera að gera það SÍS, það var ekkert svo merkilegt en þetta að spari fyrir fermingabarnan og hlusirni Reykjavík voru notuð til að halda upp í fiskvillunni og Bíldudalið eitthvað sko. En það kom þetta frá aðalbankaþjónum, svaraðu manninum. Já, sem bara... Hann var svona kjarnistur. Já, hann var skemmtilegur. Uppáhaldsfyrirsögnin sem ég gerði eftir honum var það að vera að reka fyrirtækin lóðrétt til annarskotans. Það tekið kortir fyrir brentun. Já, það vantaði eitthvað þessu. Það var mótni alltaf að reyna að redda ykkur, sko, þá kemur alltaf inn eitthvað svona til að hafa á forsíðunni maður. Þetta er mjög flott. Já, hann var fín og Gvendur Jaki líka.
Yfirlýsingargleði. Það eins og þegar við ágjur af stöðunni og umræðinu í lýðræðislegu samfélagi okkar. Já, nema hér. Ég er náttúrulega bara búin að missa trúuna á lýðræði. Ég meina það er ekkert lýðræði. Mér er svona mjög áfram það svona við svona áttum okkur alltaf á því sko hvar við erum stödd og vinnum út frá því. En sem ekki reyna að ljúga því að okkur sjálfum að við séum stödd einhvers annar stað. Þessi 2 nýjustu mál af þinginu, frumvarpið sem fór í gegn með hana fákeppnina og eitthvað menn enda óljóst hvort að menn ætla að laga það að breyta. Það farið í gegn og svo var nú hér í spjallinu og ykkur helgina með þess að sko stjórnmálafræðiprófessor eitthvað að verja eins og þetta væri nú að fara að breytast eða lagast og svo var hann einhver formaður nefndarinn og Framsóknarflokksins á Sprengisandi og eftir mér gerði líka eitthvað að segja að hann vildi þetta ekki en það liggur ekkert fyrir. Frumvarpið liggur fyrir. Hitt frumvarpið er orðið að lögum og svo er eitthvað að vera að tala samt eins og þetta sé kannski eitthvað annað. Það stemmingin svona hvað þetta reddast. Já, þeir eftir að fiffa þetta eitthvað til sko. Það er bara of stór biti sko. Og það er svona margt sem hefur runnið í gennum þingið sem er afleitt. Ég veit ekki ákveður maður ætti að treysta því að þingið redda allur. Ég skrifaði leiðar þetta, mér blöskraði þetta svo að bara byttu réttaríkið sko hvað er orðið það ef að það verða sko lögbinda heimil til fákeppni og það með sér sko sjálfstæðisflokkur sem stendur fyrir því og verða lögbinda gegn samkeppni og síðan er verið að fara með þetta frumvarp sem liggur fyrir núna og ekkert annað liggur fyrir en eins og stjórnin ætli að fara með það gegn að lögbinda ótímabundna norskra auðmanna á hafinu og það er ekki einu svona hægt að ná fjölmiðlaumræðum. Nei, eða kjaftaðið orkuskortin til dæmis, það er alveg sama hvað við tölum við margar sérfræðinga og við vitum öll að þetta er bara þetta er allt svona strax bara fyrsta daginn eftir nýja stjórn þá var bara strax byrjað á þessu, jæja þá er að þessi, við leifum aftur þessa virkjun, það bara allir sérfræðingar og allir, ekkert bara sérfræðingar og almenningur og allir sem hafa eitthvað málið að segja, talandi lýðræðið, það er alltaf stróka út núna, hvað eftir annað en það er líka fyrirmyndin skýr ég meina, þú veist, við höfum sko, við höfum náttúrulega bara sko, þú veist, þessa ég veit ekki hvað ég á eiginlega að segja sko, en sko, við höfum þessa fyrirmynd sko, þar sem að æðstu valdamenn heimsins í löndunum sem við viljum bera okkur saman við sem eru til dæmis Bandaríkin sem sko ljúga bara þú veist, tróða bara hverri líin upp í opið geðið á öllum þeim sem að heyra vilja og sko, þú veist, og lög og regla skipta engu máli, við sjáum það bara þú veist, það eru þverbrotin alþjóðalög, það eru stríðsglæpir framdir, það er ekkert akkurat ekki neitt og ég menna hvaða litla friðsama Ísland að gera þegar hún hefur þetta fyrir sér og bara einn punktur enn með þetta sko, það er neitt frumvarp þú veist, það er orkumálastjórinn sem var að fylgja rammaáætlunum og lögum leyfisveitingar, hún var til trafala í þessum orkuöflunar gerfi orkuskorts virkjana æði frumvarpum sammenningu við umhverfisstofnun það tók nokkra vikur en býta sko samanburðurinn að því að ég var að vísa í Landsbankann það búið að taka 2 ár og ekki komið frumvarp hvernig eigi að sameina eða leggja niður bankasýsluna sem þó var tilkynnt á 3 manna blaðamannafundi sko. Það voru allir sem að hlýddu og gengur í takt, þannig það liggur ekkert á því en það liggur á því að ef að þú gengur ekki í takt, þá verður lagður niður það er stemmingin Herðu, þetta er eldursparti, þannig að þið verður að fara fram og það gefur annað eftir smá stund við tíum örstulli Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Allir þættir Samstæðvarinnar
eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Það komin hérna nýtt fólk. Hér Sara Stef Hildar sem hefur verið með feminískar fréttir á Samstöðinni. Það ekki? Passar. Og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem hefur verið með alls konar þetta. Alla borgarmál. Einmitt. Karl Héðinn Kristjánsson sem með marga þetta líka. En ýmismál, ekki allan svo á málið. Ýmislegt, samfélagsmál, félagshyggju, fréttir. Og verið með þetta hérna í fortíðinni, komið hérna á vinnið á Rauðaborðinu. Miðnætti í Kænugarði sem við. Kænugarði. Ég getur ekki sett sæla minningar. Það var stofnað til þess að tómum leiðundum sem stríðið í Úkraínu. Kristinn Theodórsson sem með sinna eigin þátt hérna. Jú. Heimsmyndir. Akkurat. Heimsmyndir. Heimsmyndir, fleirtala. Heimsmynd og blað. Já. Hvað segir þið? Það er bara gott. Við byrjuðum á að tala um fjölmiðla og svo bara fórum við að tala það var svolítið þetta er svolítið heimur versnandi fer. Stemmingin þaðan? Já, það var eldurspartiði frammi áðan, sko. Já, við vorum þar líka. Við vorum að tala um svona hægri sveiflu sem að mælast hjá karlmönnum við svo heim. Nýleg rannsókn þar sem að í Suður Kóreu virðist þetta vera verst þar sem að ungu mennirnir að fara mun lengra til hægri og konurnar að fara mun lengra til vinstri. Vorum að velta í fyrir okkur hvað að valda þessu og höfum smá áhyggjur að því. Það verið að bjóða svona, verið að selja fólki einhverjar hugmyndir, íhaldsamar hugmyndir sem lausn við vandamálum samtímans en ekki raunverulega lausnir. Að fara tilbaka í gömlu félagslegu mynstrin og hlutverkin þegar raunin að við þurfum félagshyggju, allavega að mínum mati að það þarf meiri jöfnuð og það þarf raunverulegt lýðræði. Já, og segir Suður Kórea, sko, konur þar að fara í svona fæðingarverkfall. Við vorum einmitt hérna að ræða verkfall líka. Kvennaverkfall. Það fara í fæðingarverkfall? Það að fara í fæðingarverkfall, já. Hvernig virkar það? Það bara neita að fara í samband með hinum og neita að fjölga sér. Það til þess að það virki þá þarf að vera að standa yfir í svona 15 ár. Já, þetta búið að standa yfir núna í einhver misseri. Mjög lág fæðingartíðin í Suður Kóreu. Já. Það eitthvað mikil tókstreita þannig. Það líka hér. Það eftir að koma tölu fyrir árið 2023 en árið 2022 þá féll hún bara þannig að við erum að nálgast að því við alltaf svo hátt þetta. Við erum að nálgast það sem kannski ekki lagast en svona í lagar í blokknum ef það heldur áfram, þetta sem gerðist 2022. Þegar hún fjall svona hratt eða mikið? Já, því að maður vil kannski sjá hvort þetta hafi verið bara eitthvað frík ástand en það var mjög lágt sko. Það myndi þýða það að ef að kynslóðin þín 1000 manns þá næsta 750 og ert þú ekki góður í 0,75 töflunni? Nei, þetta áhugavert sko. En við erum eins og færingar á svona fjölda á svona tæpri-öld. En við erum ekki að nálgast asísku þjóðirnar í fæðingartíðinni eða? Jú, við erum að nálgast þá. Þetta líka bara ekki barnvænt samfélag. Ísland. Bara heimurinn, já. Og heimurinn og Ísland. Já, mér finnst þetta alltaf svo áhugavert svona samtölu fæðingartíðinni. Já, af því að það eitthvað sem að gerast bara í menningu okkar sem að veldur því að fólk eignast ekki börn. Það ekki kannski líka, og efnaðaskerfi kannski fyrst og fremst, það dýrt að lifa, dýrt að koma sér fyrir og hvað þá eignast börn og geta séð ágætlega þau. Og það kannski, myndi ég halda allan fyrst og fremst það að fólk hefur ekki alveg frelsið til þess að eignast börn og líða vel með það, að líða eins og þessi örugt, efnaðaslega. Já, ég man eftir konum bara minni kynslóð sem að sögðu bara, við höfum bara ekkert efna á meira en einu barni, þannig ég veit ekki hvernig yngri kynslóðir hugsa þetta sko. Það allavega ekki, einmitt, eins og Sanna segir, þetta ekki barnvænt samfélag, ég meina það er búið að standa yfir
verkföll foreldra það ekki, eða svona samstaða í ráðhúsinu síðan vetur vegna skorts á leikskólaplássum. Svo séum við heimgreiðslurnar sem mér líka svolítið skuggaleg þróun, Hafnarfirði og Kópavogsbæ. Þar segir fólk sem á börn sem eru eins árs, rúmlega það. Þau segja að þið verðið að taka við barninu, annars hefur við ekki efni á að borga húsinu. Segja við hvern? Þarna niður í ráðhúsi. Já, niður í ráðhúsi. Já, ég meina, þetta er bara hrikalegt ástand, sko. Ég vinn með ungri konu sem er með fyrsta barn og ég vinn í 107 póstnúmeri og hún býr í 101 og þau keyra sko í Hafnarfjörð tæpan klukkutíma í morgunumferð til þess að fara með barnið til foreldra hennar til þess að vera það við daginn, barnið er 1 árs og er að bíða til leikskólaplási og þau sjá ekkert fram á að fá leikskólaplás. Svo fer hún keyrið tilbaka, mætir í vinnuna og svo tekur annað eins við. Ég meina hún geti búið upp á Snæfellsnesi líka við. Með þennan akstur. Þetta er svakalegt. Svolítið fleiri skref þannig. Já, líka bara svona, þú veist, svona umræður einmitt sko, heimgreiðslur og fæðingatíðni og allt þetta svona álag á konur sko í samfélaginu. Mér finnst það líka bara, þú veist, þetta var bara einhver svolítið svona ókveikjandi ljósi á stöðu kvenna sko. Af því að ég meina Stalín sko ég ætla ekki að fara í einhverja svona nostalgíu, en sko Stalín, ég meina hann tók réttindi af samkynhneigðum og raunverulega setti þau bara á sama bás í svona tvíkynja heim til þess að ná upp aftur fæðingatíðni. Það virkaði ekki. Það virkaði ekki. Ég fór að leita þessu að því að þú tala svona unga hægri kalla sem eru íhald sem er nýja róttækni sem er svolítið fyndið sko. Það veit aldrei hvort að mennindir síðan að því að þeir líti alltaf út eins og eitthvað svona grínpersona í Woody Allen mynd sko. Muni ekki eftir Woody Allen myndinni hvað var aftur sem komið við drengi sem allt í henni var svona mikill frálsíkjumæður. Ok, en þeir virka þannig eins og þessu grínpersona. Og ég fór eitthvað að skoða þetta því að það var ég held að það veri Snorri Másson sem var að segja út af, var að tala umræðu sem hafi verið hér við Rauðaborðið að eða eitthvað, hvort að ég skrifaði eitthvað, ég maður ekki, að því að fæðingatíðnin er að minnka og við erum innflytjendur sem heldur sko aldurspíramídunum heilbrigðum utan frá séð, þetta er ekki heilbrigt sem er að gera þarna en utan frá séð virkar hann heilbrigður. Og þá var hann eitthvað að fussa yfir því að við þyrftum á útlendingum að halda til þess að við erum bara að keyra upp fæðingatíðina. Þannig þá fór ég að googla út allt og það fasistannir á Ítalíu með þetta og örugglega einhverju kallar í Suður Kóru og út allan heim eru svona kenningar, Le Pen í Fraklandi og svo við getum að fara aftar og þannig að þú nefndir Stalín og svona og Hitler var líka með svona. En þetta verður aldrei virkað. Hitler fór út í það að þetta virkaði ekki, þá fölsuðu bókaldið með að fara inn í Austur-Evrópu og ræna börnum og koma þeim inn í fæðingatölunar og Þýskalandi. Þetta er bara svakalegt. Þegar þetta gerist, þegar það minnkar fæðingatíðni, þá er þetta eitthvað djúbstætt. Þetta tengist eitthvað, þetta er djúbstætt í menningunni, sem að þú getur ekki gert eitthvað með einhverjum piffjum. En er þetta einhverju leyti samfélagsmiðlar og svona ungt fólk er að skoða sig rosalega mikið í svona fullorðnum samhengi, allir samfélagsmiðlarnir eru uppfullir af metnaði í einstaklingshyggju, útliti og frama og einhvern veginn svona minni fjölskyldu stemning og fólk bara... Mér finnst það einmitt vera sko að það sem að við vorum allavega að ræða við Kalli og Sanna fyrir í okkar fyrri samtölum, þá vorum við einmitt að ræða sko hvernig slagsíðan er einmitt svo að gangast inn í þessi hefðbundnu hlutverk. Hjóna og barneigna. Í þessari þessi bakslægi sko. Já, en við erum bæði með sko eins og Gunnar sagði þann, það er svona, nú þykir að vera hálfpartinn róttakt að vera svona spínlega á móti þessari vinstri slagsíðu. Það meira það ekki vinstri slagtu, þetta eru gæjar sem eru andfeministir og fullir af kvennfyrirlit. Þetta er Jordan Peterson. Þetta eru bara fasistar svona, léttfasistar. Þjóðernisrembingsgaurar. Já, og þetta fjalla bara hvernig þeir ætla að skilgreina, leikreglunar, hvert þeir ætla að setja konurnar, þannig að þetta er bara svona verið að domestikita konuna aftur. Eftir seinni heimstyrjöld þarna, þegar konur fara aftur inn á heimilin, þá verður svona rosaleg sprenging í svona reyngjörninga iðnaði, konur verða sérfræðingar í að þrífa heimilin
Er þetta ekki rétt með það svona ártalsirka hjá mér? Núna er þetta rosalega mikið svona förðun, þú veist. En ég meina, hvað hétt hún, Solrún Diego var nú í einu áramótaskólanum þegar hún var að hreinsa greiðnar. En þú veist, þannig að fókusin sem konur eiga að taka eru núna, þetta er alveg sjúgleg árátta sko, að verða ofurfallegar sko, alveg svona dúkkugerðar sko, ég meina þannig að... Og forseti. Mér sem aðeinsverð sko að þið tala einstaklingshyggina, ég held að þetta sé sko tvíþætt að því líka bara þú veist fyrir konu, eða þú veist marga konur eru líka bara eitthvað herðum, ég gengur vel í vinnunni minni, ég er að klífa upp metrastigan, þú veist ég get ekkert bara eignast barn núna, þú veist það er líka alveg inn í þessu, þú veist hvernig ætla ég bara að láta dæmi ganga upp. Hvað getið tróðið barninni í mitt líf? Já, ekki endilega svona nýfrálshyggju, heldur bara hvernig ætla ég að lifa þetta af, þetta kerfi. Já, akkurat. En svo var Helgi í Hrafnundagi með punkt þarna, sáu það. Hann var sem sagt með pælingu að bakslagi var að einhver leyti svona óheilbrigð umræðuhefð að það væri búið að vera svona hálf þrúandi þöggun sjónarmið sem væri svona á skjön við félagshyggjuna og það væri að skapast eitthvað svona viðbragð því sem væri ekki endilega róttækt í ykkur kallrembu, heldur bara róttækt í vilja til þess að skoða fleiri sjónarmið sko. Það var skjön við félagshyggjuna sko, það heldur ekki alveg vatni finnst mér sko, því það er bara rekin hérna hörð hægri stefna hér og viðsvegar annars staðar. Já, pólitískt. Kannski svona pólitískt, já, í skólaumhverfinu kannski er svona stemning sem getur skapast og ekki alveg nógu svona faglega kannski, maður að segja farið að því að sko vera viðkvæm í umræðinu allt sko, en þú veist, oft þegar menn að segja að það þurfa að opna umræðina og það eigi ekki að slaufa fólki og svona, þá er þeir bara viljaður bara að það sé þannig að þeir megi vera rasistar að sé ykkur að mótmæla þeim sko. En eitt með fæðingatíðnin að við sjáum það í fátækjarlöndum þegar þau verða háþróari að þá minnkar fæðingatíðnin og það verðist vera bara þegar konur fá meiri menntun og tækifæri til þess að ákveða þetta sjálfar þá eignast þær færri börn. Þannig að stærsta breytingin er þegar fólk flytur frá sveit í borg því að í sveitinni þá eru börnin vinnuafl og þegar flytur í borgina þá fækkar það og ég var svolítið í Vestur-Afríku og þá sá maður að það sem var að gerast þar var svona bara kannski svona tæplega kynslóð eftir því sem að gerðist í Íslandi og þá er það bara hvað þú mörg að flytja á möguleina varst þú hluta á mörgu sískinum en fóreldræðinir og þá sá maður þetta bara nákvæmlega sama að gerast sem eru að því að það bara breytist allt að börnin eru byrði í borginni það koma á leikskóla en í sveitinni það var þannig bara þegar ég var ungur að það voru börnin bara að vinna af, ég var eins og sendur í sveit og ég gerði uppreist að ég tók eftir því að þetta er ósækjart vinnustöður, eða þú veist, heimur svo yngsti gerir allt sem hann getur svo sem næst yngstur gerir allt sem hann getur sem að svo yngsti gerir ekki og ég bara upplifði það að ég var alveg neðstur í goggunaröðinni gerði mér upp tíhósta já, en ég myndi náttúrulega bara allt öðru í þessi samfélag sko. Þetta eru náttúrulega bara mjög ólík samfélag landbúnaðarsamfélag og svo borgarsamfélag. Það er eitt sem að því að það er talað hvað veldur þessu það er nú mann ég ekki hvað hann heitir hann er rússneskættaður professor í Bandaríkjunum og hann stúderaði bíflugnabú og þú þarft að vera ógeðslega góður starffræðingur til að ná utan allar þessar bíflugur hana sem er að hreyfa sig og svo fekk hann alltaf áhuga á svona félagsfræði og svo sögur, þannig hann er að reyna að dæla inn í eitthvað svona reikningslíkan ógeðslega mikið af upplýsingum til þess að skynja sem að það er þannig í bíflugnabúinu að bíflugnabúi fer í eitthvað svona sveiflur upp og niður sem eru ótengdar lífi hverjar og einnar bíflugu það er eitthvað svona ferðalag sögunar sem eru í og hann langaði til þess að finna þetta inn í mannkynssögunni og hann dældi inn alls konar svona upplýsingum og hann var og bjóð til sem hann kallar þetta helix sem ég man ekki hvað hann kallar helixin en það er þess að tveir ásar annars vegar er ás sem er byggður upp á róstri stríði átökum í samfélaginu glæpum og öðru slíku og hins vegar er það sem er byggt á meðal annars fæðingatíðni hann er líka með giftingaraldur og eitthvað svona sára einfalda hluti og svo er hann spurður að þessi býta akkurat með þetta þá sagði hann, ég var með allt ég var með 300 atriðan inni en ég komst að því að þetta dugði mér því að allt sveiflast þetta eftir sömu ásnum og svo er það þannig að ásinn er þannig að þegar að fæðingatíðni fer niður
að þá er upplaust í samfélaginu og stríð og bara djöfulgangur. Og svo þegar að stríðið hættir og það er hann er líka með jöfnuð og annað slíkt og þegar það verður meiri ójöfnur í samfélaginu að þá fellur niður fæðingartíðin og well-being þráðurinn, hann fellur, en átökin og róstrið í samfélaginu skýst upp. Og svo þegar hann stillir þessu upp yfir svona 300 ára tímabil, að þá er vondi ásinn okkar, hann hefur aldrei verið hærri í sögunni. Hann er að spá bara upplaust Bandaríkjanna. Þriðju heimsstyrjöldinni. En þetta er rosalega stuttur tími, 300 ár. Þetta er mjög, þetta er rosalega stuttur tími. Mjög erfið vísindi að reyna líka. Já, en ég meina svo, ég bara alveg svo, Maggastína er búin að gefast upp á lýðræðinu, að þá er ég alltaf svo ótrúlega örg yfir þessu feðraveldi. Og því þú veist, það er bara, það vantar bara 50% af hugsunni inn í alla ákvarðanatöku, þú veist, þannig að öll kerfin sem við ætlum að kalla siðmenningu eða vísindi eða kennslu og þú veist, háskólamenntun og hvað þetta er ennþá bara svo ótrúlega stuttur biti af tímalínu. Það er ófært að skilja heiminn. Já, ég meina, þess vegna er þetta allt í steik, ekki satt. Ég meina, þetta er ekki að ganga mjög vel. Þessi langi ingangur var það að hvort að við ættum að líta á fallandi fæðingartíðni sem eitthvað svona bara það er eitthvað stórkostlega alvarlegt í samfélaginu. Traustið er að hrynja, trú fólks á framtíðin er að hrynja, þú er svo veika trú á framtíðinni að þú treystir ekki til að halda á litlu barni á mætinni. Er þið komið þangað? Ég held að. Maður spyr sig alveg, þú veist, er bara rétt að koma að velja að, þú veist, koma með barn inn í heiminn? Er það bara eitthvað? Er það siðferðislega rétt að bjóða barni upp á þetta? Er það siðferðislega rétt að koma ekki með barni í heiminn? Og svo öll börnir sem að ekki foreldra í heiminum. Já, en þetta er ekki beint vandinn, sko. Vandinn er það sem skapar þessa stöðu. Og staðan er orðin svona, vegna þess að það eru bara, að mínu viti, eftir sem ég hef lesið og skoðað og googlað, að þá eru þessi kerfi sem við byggjum þetta alltaf á, þau eru sko 50% lacking. Þú veist, það vantar 50% af brain power hana. Vegna þess að restin af mannkinni, þeir sem voru ekki fjárhagslega sjálfstæðir og náðu völdum og hafa hannað þessi kerfi, restin hefur ekki fengið aðgang að þessari ákvarðanatöku og þá komum við aftur bara jafnvel að þessu lýðræði. Þú veist, það hefur ekki verið praktísir að raunverulegt lýðræði. En er þetta ekki allt mjög tengt, kannski mest efnislegum þáttum? Hversu erfitt er að eignast barn, áttu efna því, hversu langt er að leikskólan, hversu mikið vesen er það? Er þetta ekki númer 1, 2 og 3 ef fólk er orðið svona raunverulega efnaðslega sjálfstætt sem er einungis sagt að gera með félagshyggju sýnist mér og held ég að þá myndi fæðingartíðni held ég hækka af því að fólk bara sæði sér betur fyrir að geta eignast börn og haft það notalegt á sama tíma, það væri ekki einhver rosa svaðil fyrir að gera það sko en svo eru náttúrulega framtíðar horfurnar kannski svolítið dimmara með margt að gera, ekki að það sé ekki hægt að grípa inn í og gera hluti til þess að koma í veg fyrir það versta en eins og einmitt og þá er fólk ekki með svona samhæða sín hvað það er að gera og hvert það er að fara við erum í mjög mikil óreiðu upplausn það er ekki sterk hugmyndafræði í gangi Er ekki mannfjölda myndin svona eins og meðaldra kall mýstru núna, er það ekki þannig? Okkur, nei, við erum bara eins og eitthvað svona vasi bara, við erum bara í Íslandi því að mann fyrst er að byrja að tala um þetta að við erum eldast því að það verður svona 84, 85 aldurspíramidin er betri á Íslandi þetta var þá það er út af fjölda innflytjenda við erum svo ógeðslega heppi samfélag við fengið svo mikið fólk sem að flytur hingað á vinnualdri þannig að við erum ótrúlega healthy með við aðra þjóðir, En nú eru heimspekingar og siðfræðingar sem hafa velt því upp að nú á tímum hnattrænar línunar og misskiptingar í heiminum þá sé hreinlega ekki siðferðilega rétt að eiga börn og hugsanlega er það líka svona stressvaldur í samfélaginu að fólk er að horfa á framtíðina burt sér frá félagslegum þáttum heldur líka bara umhverfisáhrifum En þá er það trúaði að okkur takist ekki að leysa þetta vegna þess að völdin eru í höndunum þeirra sem ætla að keyra okkur á vegginn að luta til, eflaust, já. En við þurfum að breyta samfélaginu svo að sé bara gott að eiga börn og búa með börnunum sínum og líka ef maður hugsa bara, þú veist, eins og samfélagsumgjörðin, þú veist, hvernig er hún hönnuð þannig að þú getir, þú veist, ræktað góð félagsleg tengsl við annað fólk, þú veist, átt í nánum samböndum, byggt upp einhvern veginn svona góð sambönd við fólk í lífinu sem þú ert að reyna að kynnast og eitthvað svona, eða þú veist, þú ert ekki beint eitthvað að kynnast framtíða makanum eða þú ert kannski að
leigja íbúð með fullt af öðru fólki sem þekkir ekki það mikið, þú veist, alls konar svona líka vangaveltur sem spila inn í, þú veist, varðandi bara stöðu þeirra verðsettu, hvernig þeir sjá framtíðina fyrir sér, sem þarf alveg líka að taka með inn í reikningin, myndi ég halda, sko. Og út úr stressaði vinnunni og svo einmitt þessi einstaklingshyggja á seinni tíð á þessum tímum núna, menningin okkar finnst mér alveg bara hrikaleg með ótrúlega margt því hún svo yfirborðskennd og snýst svo lélega hluti, myndi ég segja, eins og bara persónulegan frama og efnislega stöðu, þú veist, peningar og völd og það eru gildin sem að eru haldið á sem tekur allt fram fyrir barn, sko. Já. Það bara tjúlumenning, hún búin að tapa sér. En ef við myndum skipuleggja samfélagi út frá bara þörfum barna, þá væri hægt að laga svo margt. Ef við hugsaum bara, herðu, hvað það besta fyrir barnið og börnin núna, þú veist, þá væri hægt að leysa ýmislegt. Varðandi efnaðslega stöðuna, það var einhver rannsókn í háskólunum sem að birtist fyrir svona 1,5-2 mánuðum sem að sýndi að fallfæðingatíðinni miklu meiri meðal hinna tekjulágu heldur en hinna tekjuherri. Ég minnir þetta hafi tekið verið í 50 tekjufimmtungum og þá munurinn var bara stjarnfræðilegur, sko. Já, ég sá eitthvað í það líka. Var ekki bara 600-700% sem að var líklegra sá sem að í 20% þeirra sem hafa mestu tekjurnar, eignist barn, heldur hinn sem neðst, sem náttúrulega, þannig að við erum á hraðleið inn í sko vinnuhjúa stöðuna þar sem henni fátöku megi ekki eitthvað spöld, eða geti ekki eitthvað spöld, þannig þeir eru að lifa gjeldlífi en bændaaðallinn hann eitthvað spöldin. Hvað lærið það sem Kristi? Það bara framtíða sín, sko, sem mögulega, við þurfum að berjast gegn því og það þarf raunverulegt lýðræði, það þarf hagsmunasamtök, stjórnmálahreyfingar, almennings, venjulegs fólks til þess að koma og vera með eitthvað mótsvar við þessu, því annars fer þetta bara í þessa átt einmitt, bara allræði milljarðamæringana yfir öllum heiminum og skít með hérna, skít með 99%. En hvað séð annars? Hvað eru það? Það sem ég sé börnin mín vera horfa á TikTok og svona, það rosalegur svona heilaþvottur einmitt sko auðæfi að þú átt að verða ríkur og eiga flotta bíla og einhvern veginn skilabóðin þar eru rosalega kuldaleg sko. Hösla til að hafa fínt. Ég sé alltaf meira og meira sko að ég var að segja áðan ég sko með skráð kallkinn á Facebook sem svona miðaldra miðlinn, svo er ég líka nefnilega á TikTok með sósíalíska feminista. En ég sé á Facebook-fítinu mínu er ég alltaf að sjá meira og meira af ungum konum sem bölva þeim konum sem hafa unnið að réttindabaráttu fyrir þær sem veldur því að þær þurfa að fara út á vinnumarkað. Af því þær segja í þessum stuttu klippum, ég myndi miklu frekar að vilja bara vera heima. Og með eitthvað góðan skaffara. Þetta bara hluta af sama gaurum sem að karlvarðanum? Já, þetta hluta af sko sömu þróun, þetta hættuleg þróun, þú veist. Og svona fölsk sko mynd leiðina út úr, þú veist, að fólk eru að upplefa spillingu, eru að upplefa hörmungar og sér ekki fram á bjarta tíma og það veit að það er vandamál og það vill leita ykkur, en einmitt það er verið að bjóða fólki lausn sem bara engin lausn, að fara tilbaka í gömlu samfélagsmynstrin heim sko sem hefur aldrei verið sko og menn eins og Jordan Peterson sem er partur af þessu nýhægri að hann segir við fólk sko, þú átt ekki að vera gagnrýna samfélagið, ef þú ert að gagnrýna samfélagið þá er eitthvað að þér, þú ert vandamálið, þú er að hösla meira, þú er að vera betri, bla bla bla, ekki tala félagslegu þættina sko. Þetta er allt svona ángar af sömu svona þróunni sem við höfum náttúrulega séð kannski gerast að einhverju leyti í Evrópu og er kannski að taka á sig mynd á Norðurlöndunum, þar sem að er gengið á réttindi kvenna, þú veist, og það eru hreyfingar beggja vegna Atlantshafsins sem eru að bara vinna að þessu og svo erum við að sjá kannski með í þessum hlaðvörpum einhvern ánga af þessu, að því ég meina hvernig eru allir ungir svona fjárhagslega sjálfstæðir ungir menn bara með hlaðvörp og í áskriftum hvoru hjá öðrum. Ég skil ekki hvernig reka þetta. Það er ábyggilega, það lítur að vera þannig að það er eitthvað sem maður lætur að fá pening. Það bara lítur að vera þannig. Já, og þeir eru náttúrulega endur að varpa það. Mér finnst það eiginlega augljós, sko, þegar maður sér það að taka hægri beygju og ótrúlega hægri beygju. Skilst að broadcastið að það fengi styrk frá Samherja? Ég þekki það ekki, það kemur ekki óvart. En ég vil bara nefna, mér er svo gott að vera samstöðinni og geta rætt hlutina að því þú veist, nú hef ég reynsla af svona öðrum umræðuþáttum. Ég held að Silfri sé núna í beinni. Er það sann að við verðum aðeins að koma að öðru máli hérna? Já, og sko, það er alltaf þegar að, þú veist, maður byrjar að tala og svo er maður búin að segja svona 2-3 setningar og þá bara eitthvað takk fyrir komina, bless, og ég eitthvað svona, er þetta búið? Bara ég ætla að segja svo miklu meira, eitthvað.
Það ekki hér, það hægt að sjá sig. Já, mjög þrávært. Stundum ferði út í öfgar, það var helgispjalli fór yfir 4 tíma síðast. Og nýtt nett, 4 tíma. Við gleymdum okkur. Það var svo gaman. Það gott að blessa. Þetta frábært sjón. En það líka eitt sem að fólk segir eitthvað, já ég get ekki hlusta á þetta, þá sé bara, þú getur farið í hlaðborð og bara tekur það sem vilt. Þú þarft ekki að klára þetta. Þú getur bara dottið inn og dottið út. Græðir þú á því að þegar þú búin að verða sattur af hlustun, að þá segi ég alltaf, heyrðum við því miður komumst ekki lengra og verðum að hætta. Er þið ekki alveg sama út að aðri haldið að fram að hlusta? Jú, algjörlega. Því að það sem er, það sem er því stoppað, er því ósagt, en hérna er það sem því ósagða er sagt. Það var líka mjög gott í þeim þetta viðtalinu þínu við hann Brynjar Karl að þú eftir 2 tíma spjall þá sagður þú, já núna erum við búið með inngangin. Þú fyrir við þess að komast þarna. Það getur þannig. Herðu, þið haldið áfram að gera eitthvað með samstöðinni, hjálpa að búa hana til, eða ekki? Algjörlega. Herðu, við ætlum að hleypa ykkur fram og taka í næsta hol í eldurspartíð. Takk. Eftir smástund kemur næsta hol. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Velkomin á samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Velkomin á samstöðina. Við höldum áfram í eldurspartíinu inn í svokölluðu ásatíðu innan svokölluðu samstöðar og komið fleira fólk sem hefur komið að samstöðinni. Á móti með situr Björn Þorláks. Velkomin. Takk. Þú ert með þætti og skrifa fréttir. Já, það gaman að vera hluti af þessar áhörn. María Pétursdóttir, þú varst með þætti þetta? Já. En þetta búin að vera frá tíma? Já, búin að vera frá núna í smá tíma. Og Pétur Fjeld?
en búin að vera frá upphafi bara með þætti í rauninni. Já. Og Pétur Fjellsteð sem tæknimaður, ég get þín stundum hérna í þáttum. Já. Þú ekki sérst áður hérna með myndælunum? Nei, nákvæmlega. Sem synd? Já. Og það gaman að vera hérna. Já. Og Laufey, þú ert á tökkunum líka, en þú nú oft verið hérna með líka. Já, ég hef verið. Sem viðmælandi. Já, og ég hef verið með þátt, reyndar ekki við þetta borð, en þegar við byrjuðum fyrst á Zoom, þá var ég hérna með Hinna Reykjavík, með henni Sönnu og borgarfulltrúanum. Og hérna, já, svo hef ég verið viðmælandi í fjölda þáttar, þannig að, já. Herðu, þetta svona partí, hérna, samstöðarinnar, en við höfum ekki talað samstöðarinnar. Við tökum svona fjölmiðla og samfélagið og fæðingartíðinni, eins og fólk gerir í eldurspartíðum. Það langt auðveldast að tala samstöðina utanfrá sem gestur. Því leiðum að vera hluti hennar, þá missir maður í rauninni perspektífið sem er oft best þegar maður ræðir fjölmiðla. Það þetta perspektíf utanfrá. Þannig að án þess að þú hefur beinlega spurt mig, þá get ég sagt þér hvernig ég kynnti samstöðinni og hvernig ég fikk áhuga á henni. Áður en ég var hluti hennar. Það var held ég í ágúst í fyrrasumar að þá bara horfi ég í fyrsta skipti á Rauða borðið. Þá voruð þið búin að vera hérna árum saman að berjast. Þið höfðuð ekki náð athygli minni, einhverju hluta vegna. Og það var eitthvað svona augnablik í frétta Íslands sögunni þar sem að ælan var bara hérna gjörsamlega upp í koki á mér yfir því sem var að gerast í samfélaginu og mér fannst meginstraums blaðamennirnir, fréttamennirnir allir nálgast það sem var að gerast í samfélaginu frá úr kolvitlausri átt og engan megin með sómasamlegum hætti. Mér fannst allt og mikil mýkt, mér fannst allt og mikil virðing gagnvart valdi í gangi og þá bara á tilviljun dett ég inn á einhverja umræðu á samstöðinni og loksins hvarf þessi firring sem að ég hefði upplifað, að ég hefði ekki upplifað neitt samhljóm með mainstreams fjölmiðlun þarna í dálítinn tíma við það sem að mér fannst vera að gerast. Þarna kom bara steypibað og það var bara málefnileg en líka svona umræða á mannamáli sem mér fjall mjög vel við og ég man að bara sérstaklega þegar ég heyrði viðtal við hann Pál Gunnar Pálsson það ekki, forstjóri samkeppnis eftirlitsins að það var bara, það hérna rétt eftir að það liggur fyrir að Samskip og Eimskip hafa gert með sér glæpsamlegt samráð og annað fyrirtækið hérna viðurkennir það og öll umræðan á Vísi og mbl.is var farin að snúast hve miklir vinir þeir væru einhverjir forstjórar, hvort veitur lags saman, hvort hefðu boðið hvort þeir að veiða lags saman, allt komið bara þú veist, í skrúuna, engin gagleg umræða lengur, boltinn löngu horfinn á því sem var að gerast, en þá kemur hann þarna í spjall, allir það hefði ekki bara verið í þætti hjá þér. Þetta var Synir Egils held ég. Synir Egils. Það er bara næst fyrsti þáttur, ég man það ekki. Og hann talar mannamál. Og það var í fyrsta lagi mjög áhugavert að heyra embættismannin tala mannamál. Að heyra embættismannin tala það hvernig að þeim var sótt, hvernig var verið að skera niður fjárveitingar á sama tíma og ekkert mál mikilvægara fyrir okkur neytendur en að við séum einhverja stofnanir, einhver tæki til þess að vernda okkur gegn þessum bóum sem vinstri hægri að skipta mörkuðum á milli sín með glæpsamlegu samræð og hækka vörur í hafi og þetta ættu að vera ræðum alla daga en umræðan hafiði farið jafn langt frá kjarnamálsins eins og gatorðið, hann kemur þarna og ég fæ áhuga á samstöðinni. Það var spurt öðruvísi, hann fekk tíma til að klára setningarnar og öll nálgunum var þannig að eftir það fór ég að fylgjast með þessum fjölmiðli nánast daglega, þá daga sem búið var upp á nýja áskrift og það eins og hvernig tilviljun að ég sé svo orðin starfsmaður samstöðarinnar, gleðileg tilviljun myndi ég að segja, en ég reyni alltaf að halda í þessa minningu af því ég man svo vel hvernig mín kynni við samstöðuna voru. Eftir það verður maður samdauna einhverju, maður hættir að sjá sig í réttu ljósi af því maður er hluti af einhverju kerfi sem að núna er okkar kerfi, þetta samstöðakerfi en já, ég ákvað bara að opna þetta á þessari sögu. Það er
Varandi það að þú hefur fyrst skoðað þetta í ágúst, að þá náttúrulega ákveðin kostur, þótt að segja alveg hryllilega löng leið að fara, að bara byggja þetta upp á afspurn. Þá það, það ég held að segja kostur við það. Að ef þú lifir það af, sko, og við lifum það af bara með því að bara vera í sjálfboðavinnu lengi vel, og svo á skítalunum og svo aðeinskárunum og eitthvað svona. En það sem að gerist ef að þú reynir að sko bústa þetta út það sem ætlar að vera, að þá færðu svolítið svona marga einhvern veginn inn í salin og það alls konar fólk að toga þið til einhvern veginn fram og tilbaka og svolítið erfitt að átta sig. En með því að hafa bara farið svona bara skref fyrir skref, að þá held ég okkur að við tekið sko að búa til eins og svona svolítið nýjan kúltúr og maður finnur það að sko fólk sem kemur hingað í viðtal að það orðið vanarði í hvað það inn í hvað það ganga og það því að sko fjölmiðlar eru oft svona stefnumót, þannig að það verður svona vettvangur sem að verður til og einhvern veginn, ég held að þessi langa leið hafi hjálpað okkur til þess að búa til einhvern kúltúr sem afgerandi öðruvísi heldur en hinna. Því ef við hefðum sko bara allt í einu bara auglýst sko samstöðin opnar á morgun og bara allir koma inn í salin, þá rosa erfitt að sko að því að þú stýrist náttúrulega væntingu þeirra sem að hlusta, væntingu þeirra sem að mæti við tölvökulegra. Þannig að ég held að sko lykillinn að því að hafa búið til eitthvað sem öðruvísi hafi verið þessi eyðimerkur ganga og þrautaganga og allt sem þetta var. Hvað er sagan löng fyrir ekki að við höldum 4 ár? Bara byrjuðum í COVID. Við höfum sko slögt á henni. Hún byrjaði í COVID sko, svo slögtum við á henni og svo tókum við svona rispu og við höfum bara eins og við höfum getað sko. Þannig að en það eiginlega ekki fyrir en svona kannski 1 ár sem hún er búin að vera eiginlega á keyrslu sko. En það er, ég held að sko, kosturinn við einhvern veginn hvernig líka samstöðun er búin að ná að keyra svona einmitt sá að það hafi verið gerðar alls konar tilraunir einhvern veginn og við hefum haft þetta sveigurum til þess að gera tilraunir og hvað virkar og hvað svona, þannig að ég held að í dag sko líði fólki sem að kemur hingað í viðtali, því líður almennt vel við komum í viðtal, líður vel hérna og við vitum hvað virkar, við vitum hvernig við fáum fólk til þess að svona, líða vel og opna sig á eðlilegan hátt og tala hlutina á mannamáli og það er líka bæði náttúrulega eitthvað sem við hefum gert í gegnum tilraunamennsku og bara þjálfast líka þannig að við skerum okkur og það er óslega gaman finnst mér í dag að sko þegar ef ég horfa RÚV eða eitthvað svoleiðis og einhverja svona þætti að þá bara spotta ég leið hvað er að þú veist hvað þau eru ekki að gera rétt. Við náttúrulega búum í óbúslega yfirborðskendum heim. Það er ekki rétt sko, þau geta bara gett sitt og svo gerum við okkar og það er ekki. Já, ég veit það. Ég er ekki alltaf fram að samstöðun gera alltaf rétt sko. Nei, ég veit það, en stundum sko þegar maður heyrir eitthvað er ekki að fungera og fattar maður alveg af hverju það er ekki að fungera sko. Það því að við erum búin að einhvern veginn. En það er sko bara við búum í svo yfirborðskendum heimi. Við vitum að þetta er allt svo fabrikara, þetta er allt svo pródúsera. Við vitum að þeir sem koma fram í fréttum þeir eru búinir að æfa rulluna sína, þeir eru með talpunktun og reynu. Það er ekkert lengur til sem heitir einlægni eða sannleikur eða neitt. Þetta er allt til sölu, mjög yfirborðskennt og skilur lítið eftir. Og einhvern veginn verðum að reyna að ná til fólks með því að beita öðrum aðferðum en að fréttamaður preppi, viðmælanda, við höfum 40 sekundur, við erum í beinni og hvað ætlar að spyrja og þetta gefur mann ekki neitt en hér við þetta rauðaborð í þessu herbyggi verður bara yfirlega einhver galdur finnst mér í viðtölunum sjálfum líka og mér finnst bara menn ekki nenna að vera í herklæðum þeir bara afvopnast, þeir leggja á sig brynjurnar jafnt dagskrágerðarmaður eða fréttamaður eða spyrill og viðmælandi ég sé þetta bara gerast okkur með einasta degi og ég held þessi vegna þess að við erum svo rosalega svöng, við erum svo þyrst þjóð í eitthvað alvöru content, eitthvað innihald ekki þetta yfirborðskenda sem er bara búið að hertaka meir og minna allan fjölmiðlamarkað. Já, ég held líka sko að því að náttúrulega ég held að það sem einkennir okkur líka er að við gerum þetta svolítið með hjartanu. Við erum við erum að fá fólk í viðtöl vegna þess að við höfum einlægan áhuga á þeim og á umræðuefninu.
og ég held að það sé mjög einkennandi í staðin fyrir, þú veist, hjá stórum stofnunum þar sem að einhver bókar fólki viðtöl og fyrir einhvern annan til að taka, þú veist, sem að kannski hefur ekki kynnt sér málin um að bara, þú veist, í einhverju, þú veist, á því að fletta í gegnum eitthvað og svo leiðis, en við náttúrulega erum bara því við brennum fyrir, bara samfélaginu og okkar samfélagslega, pólitíkinu og samfélagsmálum. Réttlætinu. Ég held að það sé, réttlætinu, akkurat, og ég held að það sé mjög, mikilvægt að við erum að gefa í raun og veru fólki rými til að tjá sig, til þess að tala út, þú veist, við erum ekki á klukkunni og bara, já, heyrðu, þú veist, 3 mínútur eru liðnar bara út eins og Sanna var að tala hérna áðan í síðasta. Það hún hefur náttúrulega reynslu af að mæta í svona umræðu þætti þar sem hún segir 2 setningar og svo bara klift. En þetta náttúrulega bara því við höfum einlægan áhuga á bæði manneskjunu sem að koma í viðtal og málefninu sem hún að leggja fram. Þannig að ég held að það sé stórt atriði, sko. Og við náttúrulega erum líka hér fljúa miklar tilfinningar líka alltaf á hverjum degi, þannig að, og þú veist, líka því að þetta er svolítið barnið okkar, þú veist, við vorum hérna frá byrjun og byrjuðum úr engu og hérna, það var margt fólk komið að sem hefur, einmitt eins og Smári sagði, gefið sína vinnu og já, þannig að þetta er óbáslega mikið hugsunastarf og já. Já. Já, ég hóf hérna störf fyrir nokkrum mánuði síðan. Mér finnst þetta frábært framtak og hérna fá menn að tala tæputungurlaust og tala út. Mjög flott viðbútt í fjölmiðlaflóru Íslands og þetta er eitthvað sem að mér finnst að sé þróunin í fjölmiðlun almennt í heiminum. Þetta er það efni sem að ég sæki svolítið í, teki eftir, svona þetta þannig ár, kannski 5 eða 10 hefur alltaf verið að aukast efni á þessu tagi. Þar sem að venjulegt fólk er að tala venjulega hluti sem skipta máli í samfélaginu og það er einfallega það sem að maður sækir í. Það er svo sem alltilega að vinna efni, fréttir og matreiðar fyrir mann sem svona niðursóðið en þetta er svona nauðsynleg viðbót við það sem hefur verið fyrir í áratugi af miðlun upplýsinga og það sem við getum kallað fréttir, það er ýmislegt hérna sem er mjög fréttnæmt finnst manni, sem kemur hérna fram í spjalli við alls konar fólk og ég get nú ekki annað bara, minnst rosalega gaman að vinna þetta, ég get ekki annað að hrósa bara bæði þessari stöð og starfsfólkinu fyrir þetta framtak og þetta er svona aðeins að aukast finnst manni hérna þessi tegund af framleiðslu á efni, það sem við getum kallað fréttatengt efni, þannig að það hlýtur að segja ákveðna sögu. Þú meinar á Íslandi eða bara í heiminum? Í heiminum og hérna á Íslandi sömuleiðis. Og hérna, og það sem er kannski sérstaðan hérna er að það er ekkert ríkisvald yfir okkur. Það er engin ríkisbubbi yfir okkur. Það er ekki engin bláhætt. Nei, það er engin svona heimill finnst mér sko. Mér finnst það gríðarlega góður kostur og sérstaklega ef það er farið vel með efnið sem er verið að ræða eins og er gert hér. Þannig að hérna, þetta er bara besta mál. Já. Það er náttúrulega, tala svona þætti það sem að fólk er að tala fréttinnar, þá þarf náttúrulega að vera eitthvað fréttamiðl sem að býr til fréttinnar, svo við höfum eitthvað að tala, því að við erum háðir því að það sé, eins og reyndar sjónvarpið hefur alltaf verið. Gott sjónvarp er oft það sem eru sko góð dagblöð, af því að þau geta svona fóðrað, af því að sko sjónvarpið er ekki alltaf góður vettvangur fyrir svona frum eða greiningar eða eitthvað annað slíkt, þannig að við erum háðir því að hafa eitthvað annað. En það sem ég held að sé að svona efni virkar í dag, held ég að sé tengt bæði því að neyslan er orðið einstaklingstengdari en ekki, við erum ekki að, eins og fréttatími sjónvarpsins er eiginlega hugsaður, hann sé að ávarpa fjölskyldu sem situr saman að horfa sjónvarpið, sem að kannski er bara 2% af áhorfendunum nota efnið þannig að eitthvað leyti er það orðið skrítið. En það sem að ég held að tekja þessu líka er að það sem að vantar í fréttir og eftir því sem að fjölmiðlarnir veikjast að þeir segja kannski fréttinnar
En það sem að hverfur fyrst úr blöðunum eða öflugum ljósvakafréttastofum samhengið. Þú kannski heyrir alltaf fréttina og þú færð að vita þetta og já, stríð þarna og svo þess að segja þetta og þú veit engu næri heila. Og það sem að vantar, það sem að miðist til að bresta fyrst, af því að þeir get ekki komið með þegar þeir segja fréttina, svo veist, að líði í gegn einhver svona samhengi. Ég held að þetta sé eitthvað liti svar við því, það bara vantar eitthvað samhengi í heiminn, sko. Já, og kannski mætti bæta við hugtakinu inntak líka við samhengi, að sko það hefur engan relevans að sjá einhverja mynd af einhverju sem gerðist ef það ekki sett í neitt samhengi og ef það ekkert inntak og bara þessi regla sagði hann stjórnarandstaða stjórn passaklippa þessi fekk 12 sekundur í gerð til að segja þetta, nú verður þess að segja eitthvað í 12 sekundur hérna á móti þessu og þetta sko, þetta hefur líka með aldur og reynslu blaðamanna og fréttamanna að gera þessi stöð nýtur þess náttúrulega að hér fólk svona ekkert á neinu táningsaldri alla jafna og þetta fólk sem hefur lifað kann tíman að tvenna hefur á mislangri ævi en hefur alltaf haft þjóðmála áhuga og kann að svona kannski tengja við höfum séð að það hefur farið alveg rosalega reynsla úr blaða og fréttamannaheimunum núna upp á síkastið og flesta ráðningar eru bara til ungra krakka sem að snertilenda í 2-3 ár verða þekkt og hoppa þá í miklu betur launari stöðu. Þetta bara svona af því ég var nú komið frá fréttablaðinu og hef unnið á svo stærstu mainstreamsmiðlum Ríkissjónvarpinu Stöð 2 og öllum þessu stofnunum, þá þekki ég það alveg, svona þetta bara. Ég held að aldurinn hjá starfsfólkinu reynslan, samhengið og þjóðfélags áhugin og já, þú veist að tala tilfinningar, ástríðan fyrir því að dagurinn skiptir máli, samfélagið skiptir máli og við skiptum máli og ef maður ætlar að byrja á því að fara að gagnrýna samfélagið þá verður maður að horfa fyrst inn, býtu hvað get ég gert til þess að hafa áhrif á samfélagið. Ég held að þetta sé líka algjör lykilpunktur og rímar algjörlega við þetta sem þú nefnir með samhengi, inntak. Við erum orðin svo þyrst í nákvæmlega það að hlutir séu settir í samhengi og það sé einhver raunverulegur kjarni þarna inn í hverju máli. Já, ég held að sé full ástæða til þess að hrósa til að geta sanngirnis, öðrum fjölmiðlum og einstaka aðalið sem hafa sinni vinnu vel þar og þá ég að tala svona hefðbundna blá fréttamennsku sem að menn hafa svona summi hverjir að minnsta kosti reynt að hafa á faglegum notum en það rétt sem bendir á sko með fréttaflutningin að stundum finnst manni vanta ákveðna vinkla í fréttir og að ákveði mál séu tekin lengra og þau séu rædd lengur og við mögulega sko betri aðila og svo framvegis og þeim sem fyllt eftir. Það eitthvað sem ég finn að má gera og gert. Mér vanta eins og vandi í það af hverju ertu að segja mér svo frétt. Til dæmis, já. Af hverju þarf ég að vita hvað þessi ráðherra í Ástralíu heitir sem að segja af sér. Fréttir mega nefnilega ekki hljóma eins og sko tilkynning eða auglýsing, alls ekki. Ég held að sé líka, það tvent í þessu sko sem að kannski við höfum fram með þér. Við bæði gefum okkur tíman til þess að fara í dýftina og Gunnarsmári, þú ert náttúrulega snillingur í því að fara bara á dýftina og taka tíma lengdina svolítið það sem ég er að menna fara á lengdina og gefa fólki einhvern veginn rými til þess að það einmitt bara opni sig líka og þá náum við líka sko, og þú náttúrulega nærði sérstaklega líka því að þú ert svo alveg gríðarlega vel að þér í ýmsum málum þannig að þú nærði að setja í samhengi mjög flott samhengi og en við erum líka að sjá það bara á þessari stöðum ef við kannski aðra stöðvar og við erum að sjá það hjá öðrum miðlum að við náttúrulega leifum okkur líka að taka kannski pínulítið afstöðu, sögulega afstöðu pólitískt sem að aðri leifa sér ekki. Jó, það afstæða, ég held að sé alveg klárt á hverju svona sjónarhótt til þann fréttastofu Ríkisútvarpsins.
Já, það bara hápolítist. Já, í raunin það í raunin. Svo tekið ég verið ekkert pólítist með því að kjósa að standa á öðrum hóp. Það það með því að segja ekki ákveðna hluti, eins og geta kallað, við sjáum þetta sérstaklega. Þeir eru alltaf að tala við ykkur að greiningadeild í bankana og ég held að samtök atvinnulífsins sem er umverulega bara hagsmunasamtök kannski 12-14 ætta á Íslandi, færi meira pláss heldur en öll verkalýðshreyfingin sem eru fulltrúar 200.000. Ég veit það. Við sjáum þetta með því sem að gerist ekki. Þetta er alveg svífilegt við hverju er ekki talað og hvað er ekki sagt. Við erum ópolítísk, það er RÚV sem er pólitísk. RÚV sem er pólitísk. Það er mjög gott að gera það. Pólitísk ákvörðun einmitt að dekra eins mikið við vald eins og gert í mainstream-fjölmiðlum hér á landi og þótt ég sé alveg fallist á það með þér Pétur að jú, það er hellingur að heiðarlegu fólki að vinna í fjölmiðlum en við erum ekki að tala um fólkið eða framlega hvers og einn starfsmanns heldur fjölmiðla outputið í heildsinni einhvern veginn og þetta með reynsluleysið, þetta er rosalegur vandi. Af hverju er 60 Minutes skipað fólki sem er búið að lifa í 80 til 150 ár? Og af hverju er okkur hér búið upp á 15 ára krakka á hverjum degi, meir og minna? Nú fær maður á sig árásir hvað þetta tala illa ungt fólk. Nei, það er bara þannig að þjóðfélagsmál eru mjög flókin. Það þarf mikið samhengi, langa ævi helst, mikla sögu, mikla rannsóknir, hafa fylgst með áratugum. Þetta endurtekur sem nú meir og minna og þegar maður er búin að finna þemun og þræðin í þessu, þá má loks komin á blaðsíðu 1 til þess að spyrja réttu spurningarna. Þú erum við samt með oft róttækasta fólki, yngsta fólki hér á samstöðinni. En það er ekki endilega sem að það er tvennt annað. Þú getur verið með sagt eitthvað frá svona tilteknu sjónarhorni og opnað eitthvað sem er kannski ekki fjallað mannastæðar. Ég held að Björn sé að tala svona samhengi sem að kemur umverulega þú veist, bara með aldrinum og þú veist þess að sem er búin að vera 40 ár í þessu, hann getur sumt sem að svo sem er búin að vera 2 ár getur ekki eða sama áttur svo sem er 2 ár getur ímyndilegt sem að þessi sem búin að vera 40 getur ekki. En svo áttar maður sig ekki á til bara með þessi sem búin að vera 2 ár bara á öllri fréttastofunni þá færðu þau mjög skrýtna fréttir. Algjörlega, en maður hefur ekki alltaf átt að segja á því, til dæmis þetta er mjög áberandi var þetta til dæmis fréttaflutninga Gaza árásirnar á Gaza að það hefur einhvern veginn sumt ekki verið sagt eða orðað í samhengi hlutana og maður veit ekki hvort að það er af ótta vegna pólitíkur eða hvort að það er reynsluleysi. Það er rosalega ótti á ríkisútvarpinu. Tengist þessu, þú ætti að segja áðan að eins og að það sé eitthvað sem er 0 sem er ekki pólitík. Ef ég held með það sem er eiginlega bara að flytja sjónarhorni frá sjónarhorni ríkisstjórnar Ísrael og Pentagon að það er safe, en ef ég fer og segja eitthvað öðruvísi, ef ég segi fréttina frá sjónarhorni þeirra sem er verið að myrða og svelta að þá er það allt í norðið einhver róttækni og þá hringir einhver Hannes Hólmsteinn inn í fréttastjóran og skammar hann og hann skammar mig og ég læri það með fljótlega, þú veist, ég held mig bara á línunni svo fer ég bara heim. Og við getum til dæmis mynd okkur á það að allt sem var sagt og gert í fjölmiðlum á Íslandi fyrir hrun kom ekki veg fyrir hrunnið. Það vantaði greinilega eitthvað þarna upp á. Og mér finnst að hér sé verið að það er svona viðleitni í þá veru að fela ekki mál til dæmis og reyna að draga upp á yfirborðið það sem að getur og endanum skipt miklu máli. Það voru einföld atrið sem hefði mátt að ræða í aðdragandar hausins. Ég ætla nú samt ekkert að hjakka í því. Ég tek þetta bara sem einfalt dæmi sem ekki var minnst á í fjölmiðlum að mínum mati. Að minnst á kostiði greinilega ekki nógu langt. Og maður spyr af hvers völdum var það? Var það vanþekking? Það er vallagt að kenna því einu því að einhverjir vissu nákvæmlega hvað var að gerast. Sögðu ekki frá því. Einhverjir fréttamenn kunnu kannski ekki að spyrja eða jafnvel vildu ekki spyrja. Ég veit ekkert um það. En niðurstaðan er enga síður svo að það var þetta hrun hérna og ég tek þetta nú bara sem dæmi því það eru fjölmörg mál sem að vel þess vert að fjalla miklu betur og meira en hefur verið gert í gegnum tíðina eins og mér finnst að sé verið að gera hér. En það er eitt af því að þeir eru tæknifólki verið inni. Þá erum að tala dreifinga breytinguna sem verður á þegar þetta fer úr svona
broadcast-dreifingu yfir í netið, það er hrísla svona spyrst út frá manni til manns og það er ákveðið. Það er að við erum ekki að ávarpa hópin heldur einstaklinga sem að skapa svona rosalegt svona rými í umfjöllun, því þú getur bara horft á eitthvað annað. Við þurfum ekki að reyna að halda athygli 5 ára barnsins meðan við erum að tala við foreldrana og ömmuna í sófanum. Þannig að það breytir, það er svona eðlisbreyting. En önnur eðlisbreyting er svona tæknin sem hefur komið núna, sem er náttúrulega algjör brandar ef við séum að reka hérna útvars- og sjónvarpsstöð með þessu og þið stjórnum útsetningunni eru ein og stjórnum líka sko upptökunni og útsetningunni á sama tíma. Jú, það er hérna fyrir ekki. Já, nei ég segi og svo er þetta líka þannig að tæknin býður upp á það og svo ákveðum við að gera hérna sem er á sniðut að búa til eitthvað nýtt að hérna við ætlum ekki að eyða peningum í sko sviðsmyndir. Þess vegna eru við allir þættirnir eru bara í sama herberginu og svo bara skiptum við með efni af því að við ætlum að vinna sko samkeppnin í efni. Við getum aldrei unnið samkeppnina við rúfi í sviðsmyndum eða þú veist gott að kamera komið svona svífandi hérna inn eða eitthvað. Við getum það ekki. Þannig að við erum bara á því sem að við getum og þess vegna er svolítið fyndið að við erum hérna oft hérna þú veist maður bókar í þættina og tekur á móti gestinum og færir honum vatn og svo erum við bara 2 og þú kannski hinum megin að taka upp þannig að en samt erum við að reka út af svo sjónastöð. En eins og stundum er sagt í þessu content is king hérna er það bara innihaldið samtali sem skiptir svo gríðarlega miklu máli. Það er eina sem við getum haft sko. Við reynum að gera okkar besta í útlitinu og hljóðinu og lýsinginu og öllu því og svona kosturinn við þetta er að þetta er núna gerlegt án þess að það séu þessi elementi sem ég nefndi áðan fyrir áratugum síðan. Gallinu sá en gæsalappa það er allir að gera það sama. Þetta er nú reyndar hægara sagt en gert. Það er ekki hlaupi að því að halda úti framleiðslega eins og hér er gert. Mér finnst þetta alveg magnað. Ég er nú staðið þessi á 3. áratug að framleiða efni. Alls konar efni. Við framleiðum svona 3,5-4 tíma á dag. Nákvæmlega. Og það mætti búast við sko framleiðslu á svona efni ef við spólum bara 20 ára til tíman. Ef einhver hefði sagt manni það var hérna einhver maður út í skúr fyrir 20-30 ára síðan að framleiða efni á sér 4 tíma á dag að maður hefði aldrei trúað því. Maður hefði kannski búast við að hann gæti mögulega gert þetta á 1 ári. Þannig að þetta er nú algjör gjörbylting og eins og segi, fólk er að neita þessa efnis allt öðruvísi sem það gerði. Það er að hlusta á lengri þætti, mögulega hljóðrásina þó að efni sé í sjónvarpi, að hlusta á í bílnum og þegar það er að sýsla eitthvað annað með og þannig að þetta er bara einfallega tímanlega tákn að þessi framleiðsla hér skuli vera með þessum hætti og þetta magn. Mér langar líka til þess að kannski koma inn í þetta að þegar resursarnir eru svona litlir, þegar tæknilegir burðir okkar eru svona litlir, þá reynir svo óbúslega mikið á mannauðinn. Maður hefur svo sem undrast ykkur þegar þið eruð að taka upp, þið eruð að gera þrennt í einu og þið þurfuð að klippa í beinni, það er eitt af því og þið eru líka að lóta einhverju og útbúa inn á vefinn og eitthvað svona og maður bara þetta er þau eru raunin að gera það sem að 3 starfsmenn ætti að vera að gera og stundum er það náttúrulega þannig maður undrast nú starfsreikið hjá þessum þarna að Dúdda hvernig hann hefur getað þetta í öll þessi ár og tekið öll þessi viðtölu Þessi þáttur hér kjaftar í hvað ég geri af því ég þurfti að mæta hérna og það var einhver myndataka og einhver svona kaka og fundur þannig ég breytti því bara í þátt en ef fólk hittir mig á Laugaveginum þá narra ég það í viðtal þannig ég bara reyni að lifa við rauðaborðið En sko það sem ég er að reyna að segja er það að það hefur auðvitað bara tekist mjög vel hér upp við að velja í stöður valinn maður í hverju rúmi og fólk er hér ekki af efnishyggulegum hvötum virðist vera, það er einhver hugsjón sem að knýr fólk áfram og af því þrátt fyrir í rauninni skortin á tæknilegu resursum og þrátt fyrir að við séum enn að gera 100 sinnum meira heldur en mætti vænta miðað við uppleggið þá ástæðan fyrir því er væntanlega svo að mannauðurinn er samheldinn og góður og hver og einn nennir að taka hvert klukkutíma og setja 3-falt magn af heilafrumum og orku í þennan klukkutíma heldur inn í mörgum öðrum störum.
Bara þannig að takk fyrir það. Þetta ekki svona bullshit starf að vera hérna. Það mjög gaman að taka á þessu. Ég hef stolnað marga fjölmiðla, mér það ógeðslega gaman. Og það mjög gaman að að það verði árangur í hópi og við lítum mæla hlustun og áhorf og hún tvöfaldaðist frá nóvember, við gerum þá könnun. Magna. Og það eru 37.000 mann sem að horfa á þættina eða hlusta á þættina okkar. Og þú sett það í samhengi við suma aðra fjölmiðla, viltu nefna það samhengi? Þetta við erum svo 60% af Rás 1. Þetta jafnt mikið margir og lesa heimildina. Já. Ég manna það ekki, þetta eitthvað svona meira. Þetta við erum meira heldur en ég held að sé bara 23% sem horfa á Silfrið og sem hefur þó allt sitt kapasitet sko. Þannig að ég held að sé bara í fínni stöðu. Og svo ætlum við að bæta við og morgun tökum við upp nýjan þátt sem hefur verið hlaðvarpsáttur heitir Með á nótunum sem að Natalie Gunnarsdóttir og Óli Hjörtur sjáum, sem mjög skemmtilegt samtal þeirra á milli og ætlum að pröfa að flytja inn á samstöðun og taka það upp. Ég hef sagt að þetta er álíka frétt og ef að Bogi Ágústsson myndi byrja á Stöð 2 svona í okkar svona hlaðarsæmi. Og svo maður kannski... Er þetta tónlistaþáttur? Nei, þau eru bara að spjalla daginn og veginn. Svolítið svona skemmtanalífið en líka þjóðmál. Já. Hún er DJ, eða ekki? Já. Svo maður kannski nefna að þetta er gama svona bara almennt segjan tíðina þá finnst mér eins og það sé ekki beint hlaupið að því að fá viðmælendur í viðtöl eða spjall. Hér? Nei, almennt í gegnum tíðina sko, bara hjá fjölmiðlum. En virðist það vera ekki neitt mál. Að fólk er mjög viljandi að koma hingað. Og það er rosalega ánægilegt. Ég tekið sérstaklega eftir því. Þannig finnst þetta ekki vera neitt mál. Þetta er í raun og veru stórmál að stilla upp dagskrá. Þetta er hægara satan gert. En virðist það vera leikurinn. Sjónvarpsviðtal með klukkutíma fyrirvara er fyrir flesta eða marga svo fáránleg hugmynd. En hér einhvern veginn reddast þetta bara. Ég held líka að við búum við það að það eru allir svo fallegir í settinu hjá. Já, það er eitthvað kaldu við það. En það er eiginlega við eigum ekki ennþá förðun, það er eitt sem við eigum penningunum ekki í, við kaupum ekki meik. Nei, maður er minna hrukkur hér heldur en bara leiðum að kemur út. Það er eiginlega Já, ég ætla að segja það Pétur, að það er eiginlega lýgilegt að einhver vilji koma í viðtælingað af því það er svo þungt tíðna, eða svona að það verður svo heitt en það er samt því að líður fólki vel. Það er notalegt eins og Smári segir. Já, það er svo notalegt. Það er ekki heitt það er notalegt eins og fólki Herðu, en við skulum enda bara þar af því að það er eiginlega beiðni okkar til hlustendu og áhorfenda að því sem hafi verið að hugsa að gerast áskrifendur hérna til þess að ýta undir uppbyggingu samstöðurinnar endilega látið verða að því að efst á óskalistanum okkar er loftræsting í stúdíóið og helst loftkæling. Við finnum það hérna í stúdíónu, það er að hitna úti og það étur upp með þess að súrefni hérna og nú erum við búin að vera í útsettingu hérna beinni í, ég veit það ekki, 1,5 pluss tíma og þá er orðið lítið súrefnið eftir og þessum verðum við að hætta. En ég þakka öllum sem hafa komið hingað við rauðaborðið í kvöld, bæði gestunum sem hafa voru hérna í upphafi og svo fólkinu sem að tengi samstöðinni og ykkur sem hafi verið að hlusta kærlega fyrir. Við hvetjum ykkur til þess að segja vinum og vandamönnum frá samstöðinni ef ykkur líkar. Það komið hérna fram í þættinum áðan að þannig hefur dreifikerfið okkar byggst upp. Það byggst upp að góðri afspurn og það hefur tekist ágætlega hingað til og við vonum að halda áfram að takast vel. Þið getur bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube, við erum í öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpsveitingar líka á spilaran sem er á netinu spilari.is en spilarin líka app sem má hlaða niður í síma og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppnir að skipta við síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða viðskiptavinum sínum upp á efni frá samstöðunni, 24 tímar og sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ásins ring samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Og svo bendi ég á að ég verð hérna
aftur annað kvöld klukkan 8. Þá verður meðal annars á dagskrá viðtals sem að ég mun taka við Kristrúnu Frostadóttur. Sjáumst þá, en góða nótt. Ég ætla að segja ekki trúið þetta í... Klukkan hvað kemur Kristrún? Klukkan 8:30. Ok, wow. Aðeins upp úr 8:30.